komið hjartanlega velkomin í, hvað Birgir, þetta sjötti þátturinn í kostingaseríunni? Já, sjötti og síðasti. Já, frá síðasta þessu formi, þar sem við fáum til okkar frambjóðendur. Já, hendur betur. Og Tvær ofurkonur með okkur í kvöld. Já, við spörum þær bestu fyrir síðasta þáttinn í seríunni, það er bara þannig. Þetta var alltaf þátturinn sem að þjóðum við. Já. En áður við komum að gestum kvöldsins, þá langar mig að þakka öllum þeim sem eru múin að standa í baki á okkur og gera okkur kleift að taka þessa þætti svona snarpa fyrir kosningar. Já, algjörlega, og voru bara fljótir að grípa til. Við svona venjulega erum ekkert mikið með komum fyrir að vara. Nei. Þau voru bara klárir og bara takk hérlega fyrir það. Kannski byrjum á Arion. Birgir, nú ert þú auðvitað fyrrandi starfsmaður. Já. Bróðir gestþáttarins, hann breytti nú Arion banka heldur betur. Til þess betra. Arion banki er bara langt besti banki á Íslandi með besta banka, besta lausna fyrir fyrirtæki og já, bara bestu vextina örgulega líka. Já, ég líka hvet ungt fólk til þess að setja peningi sinni í sparnað þar. Þeir gera það vel. Nú eru jólin óðfluga nálgast og margir að velta fyrir sig, veit ég hvað er að gefa í jólagjöf. Og ég var að hugsa sko, þú kannski gefur, ég veit ekki, serum eða einhvern góðan bronzer. Eða handa systuriðinum. Eða svo getur þú líka gefið David Jones töluna með sko. Já, það er svona góð. Já, það er svona góð viðbót sko. Lítið samanlega. en samt skemmtilegt sko, döðlunar. Það er að sjálfsögðu leynitrix í svefnherberginu fyrir fullorðna einnig, en svo er það frumeri, allir að drífa sig í skoðun þangað, þeir gera þetta langt best. Já, þeir gera það og besta kaffið þar líka. Já, og bara góður á mannin og blíðir, en fyrst og fremst fram í fingur góðmanna, MG4 og MG Marvel. Já, bara bestur rafbílandir á landinu og líka pundur í pund bara besta valjúið sko. Pund fyrir pund, já, það verður að segjast. Bónus og Robin eru saman í liði. Mandarinnar eru lentar, ég veit að margir hafa beðið eftir þeim. Það er sko mandarinu skortur á Íslandi. Já. Ég vissi þetta ekki, en þær eru í bónus. Ég líka sko kassi af mandarinum á 1300 kall. Ég sko, nú hef ekki fylgst mikið með mandarinu verðlæginu og það er kannski erfitt þegar það byrtast bara einu svona ári. Það hljóta bara eftir auðvitað. Ég kalla það ekki neitt sko. Og á lokum er það Airbroker. Já. Einar og Ásgeir, þeir hafa áratuga reynslu úr flugheiminum og ég veit það eru margir, það er allavega einhver að spyrja sig, hvað er Airbroker? Ég hef aldrei heyrt þetta. Nei. En Airbroker er sem sagt miðlari fyrir flugvélar. Miðlari fyrir flugvélar, ef þið vantar engaþotu, sjúkraflug. Rellu, þá græða þig og það skiptir engum máli hvert þú ert að fara eða hvaðan þú ert að koma, bara græða þig punktur. En það er komið að þætti kvöldsins. Gestir Tjasafdark í kvöld eru Þórdís Kolbrún Reykjörð Gylfadóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins og Þórhildur Sunna, leiðtogi Pírata. Verið þið báðar hjartanlega velkomnar, stelpur. Takk fyrir það. Er ekki alltaf að segja leiðtogi Pírata, ég vissi hvað þetta segja. Jú, ég er umboðsmaður Pírata fyrir þessa kosningar og þingflokksformaður, þannig að ég er með alls konar leiðtogi titla. Ok, flott. Hvað segið þið, stelpur? Bara fínt sko, maður getur ekki sagt þetta annað í kosningabaráttu. Nei. Þú veist, það er lítið eftir og við vorum að ræða það ekkert alls slæmt að slíta eftir. Nei, einmitt. Þetta er alveg, við erum aðeins búin að tala um þessu þáttum, sko, takið þið undir þetta sé búin að stutt kosningabaráttu? Já, hún náttúrulega er bara, þú sagði stutt, eða ekki? Jú. Já, stutt kosningabaráttu eða stutt kosningabaráttu. Já, kannski bæði. Já, nei, hún náttúrulega er búin að vera stutt, ég meina hún er styttri en venjulega. Hún er líka bara, mér finnst við kannski ræðum það eitthvað eftir, mér finnst hún er alveg ólík, sem að finnur svo mikinn mun bara á samfélagsmiðlanótkun, hvaða miðla, hvers konar efni, hvernig þú ná einhvern veginn til fólk, sem minnst nú vera, þú veist, út allt og þar leðandi pínu svona hvergi, eða þú veist, ég held alveg að sé okkur margir sem sjá, já, hún verður tætt og þú veist, svo svona hópar sem sjá bara ákveðna hluti og sjá ekki annað og breytingi líka bara út frá fjölmiðlum. Þú veist, ég meina, ég er búin að mæti í miklu fleiri hlaðvörp heldur en viðtöl, skilurðu, og svona þessir meginstraums fjölmiðlar á móti síðan hlaðvörpu. Hún er búin að vera svona stutt og löng, sko. Já. Mér líður eins og að sé ár síðan að Bjarni Benediktsson sleit þessari ríkisstjórn. Já, á sama tíma þá líður mér eins og að sé korter síðan, sko. Þannig að þetta er svona, já, kannski bara bæði og, já, sko. beggja blands bara. Já, en hún er samt, sko, það sem að truflaði hana líka er auðvitað þessi rosalega stutti fyrirvari. Þar sem að það var ennþá allt ófrágengið í þinginu, þannig að það fór sérstaklega hjá þingflokksformanni, sko, var rosalega mikill tími í að afgreiða
þingmálin og ná einhvern veginn utan þau og vera í atkvæðagreiðslum og vera á fundum til þess að ræða hvernig við ættum að greiða atkvæði og allt þetta sko sem að tók óþarlega mikinn tíma frá baráttunni og þingi var náttúrulega í gangi þangað til bara 16. 17. 18. Við fórum yfir á mánudaginn, 8 klárt á 15. þannig það gerir... Já, 18. Það er rétt. 18. Já. Og það er þetta fyrir sko þá svona lykil, þú veist, þingmenn í lykilstöðu eins og þingflokksformenn, þú veist, formenn nefnda, efnahags- og viðskiptanefnd, fjárlaganefnd, þú veist, þetta er... Og nefndamenn í þessum tveimur nefndum sérstaklega. Já, það bindur rosalega þau á þinginu og það er alveg sérstaklega rutt eins og fyrir fólk, þú veist, sem eru í frambúð út á landi, það sem bara, það er eftirspurn eftir þér á, þú veist, Eskifirði og þú ert bara mjög fastur í Reykjavík, sko. Það er alveg, þú veist, það er alveg áskorun fyrir þá þingmenn sem eru í frambúði að hafa verið svona lengi fastir. Það átt mikinn tíma, sko. Svo átt hjá okkur líka alveg ágætis tíma bara að vera með prókjör. Einmitt. Voru þið ekki eini flokkur sem prókjöruð? Jú, á öllu landinu. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn hafa verið með prókjör á okkur 2 stöðum, eða ekki, var það ekki? Nei, bara svona, við vorum með 2-falt svona kjördæmisþing, þú veist, en ekki prófkjör, sko. Við vorum með opið prókjör í öllum kjördæmum. Já. Og það var alveg hellerina framkvæmt, fóð mikil tími þá líka bara ég að vera í prókjörsbaráttu og svo þegar að prókjöri var búið þá gáttum við farið að stilla upp á lista en ekki fyrr sko, þannig að það líka einhvern veginn, það var maður í þeirri baráttu frekar heldur en kostningabaráttu sem að, það var kannski fórnarkostnaður sem hinir flokkarnir voru ekki til í og maður sér alveg af hverju, en það er ekkert sem við gátum gert í því, það er ekkert í okkar lögum sem að leyfir okkur að gera þetta eins og hinir flokkarnir annan hátt sko, við erum bara með prókjör, það er engin önnur leið og eins og við sagðum, við gefum bara ekki afslátt af lýðræðinu. Nei, einmitt, algjörlega. Áður við förum í fréttir dagsins, það eru kannski einhverjir búinir að reka upp stóru augu, en það voru búin að auglýsa Ingu Sæland hér í kvöld á móti Þórhildi Sunnu. Hún er búin að yngjast aldrei. En hún reyndist vant við látin með skömmum fyrirvara, þannig við þökkum þér kærlega Þórdís fyrir að hlaupa undir bagga með svona stuttum fyrirvara, við vitum að þú ert upptekinn kona. Já, mín ánægum bara. Já, og bara svo að því sé haldið til að þá var Þórdís hjá okkur fyrir stuttu síðan og í frábærum þætti sem við hvetjum alla til að taka, þannig að það var ekki þannig að... Stuttur og lagóður. Já, mjög góður, allir að taka hann. En sko, kannski byrjum á því, Inga Sæland og flokkur fólksins, þeir eru mikilli siglingu þessa dagana. Það er talað um að það sé að birtast könnun í fyrramálið þar sem að fylgið er að á bara að vera í hæstu hæðum. Sko, hvaða kjósendahóps er Inga Sælanda og félagar að ná til þarna sem að Sjálfstæðisflokkurinn og Píratar ná ekki að nært í tilbaka? Kannski byrjum á því að Þórhildur. Já. Ef þú setur svona á þig gleru spekulantsins. Já, einmitt. Inga Sæland hefur auðvitað verið bara mjög öflugur málsvari fyrir fátækasta fólklandsins, öryrkja og ellilífeyrisþega og hún hefur verið óþreytandi að tala til þess hóps og ég held að það sé töluvert stærri hópur í samfélaginu sem að vill að við útrýmum fátækt og vill að við gerum betur þegar kemur að fólki sem að þarf að reiða sig á örorkubætur og ellilífeyri heldur en hefur verið gert og svona vill betra samfélag þar sem að er ekki fátækt, þar sem fátækt fær ekki þrifist og þar sem að fólk fær bara mannsamandi kjör burt sér frá því hvar það er statt í lífinu og ég held að þetta tala alveg til fólks þannig að ég myndi segja að það sé kannski hópurinn sem að er að hópast í kringum Ingu Sæland og svo hafa þið verið náttúrulega ótrúlega öflug í að auglýsa sig og greinilega með mikið kapital í því sem að ég held að skili alveg sínu líka. Ég skilst á þess að ég hafi mikið hort á þeirra social media presence að þar sé bara töluvert fynd og þau eru örugglega með eitthvað góða auglýsingastofu með sér að framleiða eitthvað gott stöf fyrir samfélagsmiðlana. Ekkert of mikið af, eða ég veit ekki, ég er ekki búin að horfa á þetta þannig ég get ekki sagt til það en ég hef heyrt þetta frá mér frúðara fólki. Sko Þórdís, vorum ekki aðeins að ræða þetta fyrir þátt sko þarna ég sá glæsilegt graf fyrir vikunni það sem kemur fram að flokkur fólksins er að eyða langmestu í marketing. Hvernig stendur á því? Okkur ná þeir að eyða miklu meira en allir hinir flokkarnir? Sko það náttúrulega, þú veist, með þessum reglum styrki til stjórnmálaflokka bara úr ríkissjóði, skattpenningum, þá hefur náttúrulega staða flokka breyst töluvert og flokkur fólksins er náttúrulega flokkur sem að ekki það ég hefur skoðað ársreikningar en ég heldur sé ekki með mikinn svona rekstra kostnað, þú veist, mánuð frá mánuð sko. Þau eru ekki með mikinn svona stofnuna strúktúr og svona eitthvað innra starf sem að kostar að halda úti. Þannig að ég svona geri alveg með fyrirvarum að ég ætla ekki að fullera það en ég geri ráð fyrir því að þau séu yfir svona kjörtímabilið bara dálítið að safna peningum og síðan
að verja þeim í þetta á meðan að þú veist sumir flokkar eru með húsnæði, þú veist, eru með bara svona félagsstarf sem að kostar að reka bara ár frá ári, sko. Að halda viðburði og ráðstefnur og... Já, þú veist, þetta kostar allt, sko. Félagsheimili og... Já, algjörlega. Vel svara, sko, mér langar aðeins að taka, nú eru stjórnarflokkarnir, já, þetta eru svona eins og skilin hjón sem eru einhvern veginn ennþá að rífast, sko, Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn, þau voru mjög samstiltir svona þegar það var ákveðið að slíta fannst mér, svona Bjarni Ben og Sigur Ingi, gengur dálítið í takt fannst mér. Núna er þessi flokka byrjað að rífast eins og hundur og köttur eftir að starfa saman í ríkisstjórn í 7 ár. VG og Sjálfstæðisflokkurinn, það nú ekki fallegt ástæðsamband þar lengur. Sko, Þórdís, er svona rosalega erfitt að vinna með ykkur í Sjálfstæðisflokknum? Sko við höfum nú í gegnum 95 ára sögu okkar svona alla jafna, þú veist, verið í ríkisstjórn og ég myndi nú segja að við kunnum vel að vinna, þú veist, með flokkum og fólki sem að okkur ekkert alltaf alveg sammála, ég meina sagan segir það alveg, en það hefur þetta ýmislegt gengið ábæða þessu kjörtímabili og svo sem áður líka, ég meina það er alveg verkefni að stjórna. Mér finnst, sko, þetta er greinilega, þú veist, strategía hjá Framsóknarflokknum að svona berja eins á okkur og það er bara þeirra ákvörðun og í stjórnmálum eða mér finnst þetta meira að vera svona pólitík heldur en kannski stjórnmál, ég gerum stundum aðeins greinamun á þessu tvennu, sko. Og í kosningabaráttu því miður meira pólitík og minna stjórnmál en bara þau hafa fulla rétt á því að keyra sína baráttu eins og þau kjósa, sko, en sumt af því sem hefur komið fram er ekkit vont fyrir okkur, þú veist, þegar að málflutningurinn einhvern veginn, já þau bara, þú veist, eru efasemda fólk að auka útgjöld í hitt og þetta og þau vilja ekki, þú veist, eyða meiri peningum í þetta og hitt. Það er ekkit, mér finnst það er ekkit óþægilegt, sko. Nei. En þetta er bara þau hafa bara ákveðið að tala meira svona inn í vinstrið á þessu sinni. Þú veist, það er líka bara eins misjafnt svona eftir því hvernig stemmingin er og hvað þau kannski sjá tækifæri að geta stilt sér við hlið einhvers til þess að vera áfram í einhverju hlutverki og þegar þau gera þá sannlega einhverjir þingmenn sem að svara því sem þau telja svaravert. Ég hef ekkit verið í einhverju sérstöku bífi svo sem við Framsóknar fólk í þessari kosningabaráttu en ég meina þau telja þetta gagnast og þá geta þau bara gert þetta en ég veit ekki hversu mörg stig þetta skora, sko, ég ætla ekki að segja til það. Nei, Þórhildur, sko, það er núna að koma hver stjórnmálaleiðtoginn að fætur öðru og segja Sjálfstæðisflokkurinn sé óstjórnhæfur, Einar Þorsteinsson satt í þínu sæti fyrir mánuði síðan og talaði um að í borginni var hann gjörsamlega óstjórnhæfur, núna sjáum við að Kristrún er búin að tala um þetta, Þorgeir er búin að tala um þetta, er Sjálfstæðisflokkurinn óstjórnhæfur? Já, við höfum allavega verið duglega að benda á að ríkisstjórnir Sjálfstæðisflokksins eru svona líklegar til að springa, hafa verið það undanfarin kjörtímabil og benda svona líka á að samstarfsflokkar Sjálfstæðisflokksins fara oft mjög illa út úr því samstarfi og það er ekki fyrir núna sem að Sjálfstæðisflokkurinn verið svona vera að taka eitthvað högg á sig gagnvart sko sinni eigin stjórnartíð. En ef ég mætti nú setjast aftur í sæti spekingsins gagnvart þessari taktík Framsóknar vegna þess að ég hef fylgst með þessu líka mikilli athygli og hef svo sem var alveg duglega að benda á það á meðan að þessi ríkisstjórn var ennþá starfandi að mér þótt alltaf þessar linnulausu árásir Sjálfstæðisflokksins á Vinstri græn vera meira svona leikrit út af við heldur en að þar væri endilega mesti ágreiningurinn og á baku tjöldin það væri töluvert meiri ágreiningur á milli Framsóknar og Sjálfstæðisflokkir heldur en sko kjósendur endilega sáu og þess vegna finnst mér alveg áhugavert að sjá Framsókn koma fram núna og svona loksins létta af sínu hjarta hvernig þeim leið með þetta allt saman en ég hef nú samt einhvern veginn tekað sem miklum fyrirvara vegna þess að ég hef séð þau nota þetta núna Framsóknarflokkin til þess að fría sig ábyrgð frá mjög óvinsælum atburðum eða ákvörðunum sem að ríkisstjórnin hefur tekið. Ég var alltaf á fundi með Ásmundi Einari á Ísland-Palestínu þar sem að hann talaði að hann hefði gagnrýnt ákvörðun Bjarna Benediktssonar að fella niður stuðning til UNRWA, ég man reyndar ekki eftir þeirri gagnrýni og hann hafi verið mjög móti því að hann hafi gert það daginn eftir að bráðabirgðaúrskurðurinn frá Alþjóðadómstólnum kom og sömuleiðis að hann hafi einhvern veginn verið ósáttur við hvernig hefði verið haldið á
atkvæða okkar fyrir allsherjarþinginu og svo framvegis og ég sé þau gera þetta til dæmis gagnvart málunars Jasans þar sem að sko þau sýndu engan áhuga á þessu máli, þau engan áhuga að beita sér í því, þau gerðu ekkert fyrir hennar dreng en Sigur Ingi heldur einhverja eldræðu að fólk hafi meiri áhyggjur af sko Jasan heldur en auðkýfingum sem að fljúa hérna út allt Ísland eins og frægt var orðið þessi eldræða hans svo kalla í Silfuþættinum þannig að þau eru svona í leiðtogakappræðinu þannig að þau eru svona að búa til nýja ásýnd þar sem að þau kenna sjálfstæðisflokknum óvinsalar ákvarðanir undanfarinnar ríkisstjórnar og reyna að segja að þau hafa ekkert haft með þetta að gera sko og þetta ákveðin taktík, ég veit ekki hvort hún að virka vegna þess að þau sátu bara án þess að kommenta mikið þetta á sínum tíma hjá í ríkisstjórnuna meðan þetta var eiga sér stað þannig að það er svolítið erfitt að koma eftir að hafa verið í þessu samstarfi allan tíma og segja ég var ekkert sáttu við þetta samstarfi, ég var ekkert sáttu við það sem hafa gert ef þú sagðir ekkert á þeim tíma sko. Nei, algjörlega sko, frétti þess efnis í dag líklegast að ríkisstjórnin eftir kosningar sé einmitt Viðreisn og Samfylking og svo verður einhver hækja þarna með þeim líklega tala núna Framsókn eða Pírata vonandi, Nei, ég ætla ekki að segja þetta. Nú meina við verðum eitthvað annað en hækja Ok, ég veit ok sko, Þórdís, ykkur hugnast líklega ekki slík ríkisstjórn eða hvað? Nei, ég meina auðvitað myndum við vilja hér verði myndur ríkisstjórn þar sem að sjálfstæðisflokkurinn sem að sjálfstæðisflokkurinn hluti af til þess að bara hafa áfram áhrif á samfélagið og vera hluti af framkvæmdavaldi sem auðvitað bara hefur meira að segja, heldur en þau eru hluti á hvort tveggja, heldur en bara hluti á löggjafarvaldinu. En við höfum auðvitað líka sagt að við erum ekki að fara að mynda ríkisstjórn bara einhvern veginn hvað sem og ég meina, auðvitað finnum við mikið fyrir því að sérstaklega okkar fólk, var komið með meira en nóg af málamiðlunum og allt þetta og ég skil það alveg og ég held að þegar fólk að kalla eftir breytingum þá finnst mér mikilvægt að við einhvern veginn pökkum ekki vörn og segjum nei breytingar hvað, sér ekki hvað hefur verið gert og svona, heldur frekar bara að taka það í fangi og segja já, ég meina ég mjög áfram breytingar og fyrir það líka fyrir að verða mjög miklar breytingar við stjórn landsmáluna þannig að sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega bara þannig flokkur og hefur verið, ég meina við höfum almennt litið svo á að við viljum frekar við ríkisstjórn heldur en ekki og það þessi eftirspurn sé eftir því að gera ekki meira af málamiðlunum, ég skil alveg hvaðan fólk að koma og stjórnmálamenn sem fara mikið og segja það, en ég held að sé mikilvægt að minna bæði stjórnmálamenn á það og almenning þó var ekki út frá væntingastjórnun að í íslenskum stjórnmálum að þá myndar ekki ríkisstjórn á þess að gera málamiðlanir. Við bara erum ekki í Bretland þar sem að sigurvegarinn tekur bara allt heila klappið sko, eða eins og Bandaríkin. Þannig að alveg sama hvaða ríkisstjórn verður myndið þá verður þetta að gera málamiðlanir og þá við sama, alla flokka sama hvernig ríkisstjórn verður myndið. En ríkisstjórn sem að ég meina þau þetta svara fyrir það Samfylking og Viðreisn hver þeirra gerir hvaða málamiðlanir. Annar vill hækka skatta á hinn ekki og allt þetta en svo finnst mér bara mikilvægt að bara aðeins að hvíla í sjálfur sér og segja herðu það er fólki í landinu sem ræður þessu sko það bara verður að kjósa og svo kemur eitthvað upp á kössunum ég held við höfum þess að rætta þennan síðast ég hef alveg verið dálítið hrifin af því að við svona tölum okkur meira inn í einhverjar blokkir þar að segja að fólk viti svona sirka hvað atkvæðið þýðir og ég er ekki bara að segja út af þessu stjórnarsamstarf sem hefur verið undanfarin ár, heldur bara almennt eins og við sjáum að svona eins og það gengur og gerist á Norðurlöndunum, en auðvitað gerist það ekki nema einhvern veginn eiginlega allir, ákveða það verður ekki eitt flokkur sem læsir inni og segir, já, ég er hluti af einhverju blokk ef að hinn er síðan, eru það ekki en mér finnst alveg svona pólitísku umræða núna vera eins og kjósendur séu meira að kalla eftir því, svona ákveðnum fyrir sjónleika, ef ég setja atkvæð með þangað, hvað þýðir það, sko? Algjörlega. Ég er sammálaður, Þórdís, og ég held að þarna, mér finnst eiginlega, ég held maður viti sirka hvað ríkisstjórn sá flokkur sem hún gist vill mynda nema kannski Viðreisn, því að hann getur þar einhvern veginn upp á hana hjá okkur í vikunni og hún talaði fyrir að væri algjört kjafta að þau voru búin að hlekkja sig við Samfylkinguna svo mætti Guðbrandur Oddviti í Suðurkjördæmi og segir að þetta sé bara drauma ríkisstjórni þannig að, já, þetta er áhugavert sko, Þórhildur,
ég var að lesa 2 mánaða gamla frétt frá það sem Björn Leví var í viðtali það sem að sagði, Píratar vilja vera stærri en Sjálfstæðisflokkur það tókst ekki alveg hjá okkur Nei, ég held sko, þetta er ekki 2004, nei, þetta er 2 mánuði síðan sko, þeir eru í bullandi fallbaráttu við förum yfir fótboltan sko, hvað væri varnarsigur í þessum kosningum á laugardaginn hjá ykkur? Já, ég má kannski aðeins tala þessa blokkamyndun fyrst að við förum yfir í varnarsigurinn vegna þess að þetta er eitthvað sem að Píratar hafa að tala fyrir bara í lengri tíma og við höfum viljað að kjósendur viti hvað þeir fá upp úr kjörkassanum þegar þeir kjósa ákveðin flokk. Þess vegna höfum við verið tilbúin að segja við sjáum ekki fyrir okkur að geta farið í valdasamstarf með Sjálfstæðisflokknum og Miðflokknum að atkvæði greitt okkur sé ekki atkvæði greitt þeim í ríkisstjórn þess að fólk átti sig á því hvað það þýðir. Það þýðir ekki að við getum ekki unni með Sjálfstæðisflokknum að framkvæða ekki góðra mála. Við eigum til dæmis að minnsta kosti á blaði frelsi einstaklingsins sameiginlegt. En það hefur ekki verið viljið til þess hingað til. Flokkar svona tönnlast á því að þeir gangi óbundni til kosninga og við höfum svolítið verið töluð niður fyrir að segja, ég meina þetta er það sem við sjáum fyrir okkur, svona viljum við leiða og verið kölluð jafnvel óabyrg fyrir það en mér finnst bara mikill ábyrgð hluti að upplýsa kjósendur fyrirfram hvað það er sem að þau eru að greiða atkvæði með vegna þess að það er alveg rétt sem að Þórdís er að segja. Við erum ekki viss hvað kemur upp úr kassanum þó að við greiðum ykkur ákveðnum atkvæði okkar af því að það verða alltaf einhvers konar samsteypustjórnir og ef þú ert ekki til í að gefa neitt út fyrirfram að þá ertu auðvitað opinn til þess að geta gert málamiðlanir út í hið óendanlega. Ég er alveg sammála að það þarf að málamiðla í pólitík. En þegar þú ferð í stjórnarsamstarf eins og VFG og Sjálfstæðisflokkurinn gerði þá eru þau bæði með fjárfestasönnum fyrir að málamiðla sig frá öllum sínum helstu stefnumálum að því að þau þurftu að mæta svo ótrúlega langt í miðjunni á sínum stefnumálum. Þannig að það skiptir alveg máli að það séu samstiga flokkar sem að fara saman í ríkisstjórn sem að eru tilbúin að gera bara ákveðna hluti saman og sjá það fyrir sér jafnvel í lengri tíma. Þú veist, mín drauma ríkisstjórn væri ríkisstjórn sem er samstillt, hefur sameiginlega stefnumál, er með sameiginlega sýn á þessi stóru mál inn til framtíðar og leggur upp með lengri samstarfssamning heldur en 4 ár. Segir, þetta er það sem við sjáum fyrir okkur næstu 4 árin og ef við fáum endurnýjað umboð eftir 4 ár, þá ætlum við að klára þetta líka í viðbót. Svo verður við þetta uppfært og svo framvegis, talandi blokkamyndanir, að fólk geti átt að segja á því, hvað þýðir þetta til lengri tíma. Og ég held að það geti gefið framsæknari öflum þessa lands tækifæri til þess að innleiða stórtækari breytingar vegna þess að þegar að vinstristjórnin var síðast til dæmis sem ætlaði að gera svo ótrúlega margt þá brann hún bara inni með tíma, hún gat ekki framkvæmt nema brota því sem hún ætlaði sér og hafði ekki þolinmæði kjósenda því að hún var ekki tilbúin að sýna á spilin með einhverja langtíma sín hvað var aftur sem þú spurði mig varnarsigur hvað væri varnarsigur fyrir okkur? Ég bara ef við heldum okkar þingmannafjölda þá væri það náttúrulega varnarsigur fyrir okkur. Já, algjörlega. Þórdís, þið eru alltaf mælast alveg sögulega lág. Ertu byrjuð undirbúið fyrir lífi í stjórnarandstöðu? Fyrst aðeins út af þessu, ég held að þú veist, það er auðvitað einhver lína að það varðandi blokkamyndanir og að því það sem Píratar hafa sagt, þú veist, þeir að útiloka ákveðna flokka. Ég held allavega að það að segja að við munum reyna að okkar fyrsta val er í þessari blokk en auðvitað ef allir ætla að útiloka einhvern þá getur enda upp með einhver stöðu þar sem bara þú getur ekki myndað meirihluta en þú veist, öðru leyti bara þá held ég að það væri ekkit óheilbrigt fyrir stjórnmál í Íslandi að svona tala meira inn í þess átt. Varandi hvort ég væri farin að máta mig við líf stjórnarandstöðu þingmanns, ég hef alltaf ef maður ætlar að vera í stjórnmálum lengi ég hef nú alltaf, þegar ég byrjaði þá hugsaði ég verð nú ekkert í þessu eitthvað allæfi, en ég svo bara líða 8 ára allan mjög hratt og ég hef auðvitað fengið að gera, þú veist, svo miklu meira heldur en einhverju ungri stelp á Skaganum hefði dreymt nokkuð tímann og bara hafi verið ótrúleg forréttindi og meira háttar verkefni að geta haft áhrif á íslenskt samfélag. Og ég hef alltaf hugsað, þú veist, ef maður er í þessu í einhvern langan tíma, þá er þetta bara eðlilegu hluti af slíku tímabili að þú sért á einhverjum tímapunkti í stjórnarandstöðu. Þú veist, það er ekki, ég meina, það er bara í lýðræða samfélagi er það ekki óeðlilegt. Og ég held að það væri mikil viðbrigði, ég meina, ég var kosin inn á þing og það tók 3 mánuði að mynda ríkisstjórn. Ég átti dóttur mína 12 dögum fyrir kosningar, þannig að hendaði mér mjög vel persónulega, það tekið langan tíma að mynda ríkisstjórn. Og svo er bara búin að vera ráðherra, þú veist, síðan. Þannig að, þú veist, auðvitað bara tekur maður niðurstöðun eins og birtist og vinnur úr því og það að vera óbreyttur þingmaður í stjórnarandstöðu bara allt annars konar
það er bara, það breytir alveg mjög miklu í mín lífi, sko, og það eru kostur og gallar við alla, þú veist, alla, ég er ekki að kvarta við því, að vera, skilur áfram. Það er þræl skemmtilegt. Já, þú veist, það er ekki miklu þægilegra. Vera þingmaður. Ég meina, það er mjög áhugavert og frábært að vera þingmaður. Þú fær svo... Það er þetta forréttindi sjálfur að vera þingmaður. Já, þú fær svo mikið aðgengi að samfélaginu, þú fær að læra svo mikið á hverjum degi, þú fær svo mikla innsýn inn í hvernig hlutinni virka hérna, og það er ótrúlega hvað fólk er duglegt að opna fyrir manni dyrnar og kynna starfsemi eða hvað sem það er sem að mann langar einhvern veginn að læra þú bara færð að læra það, þú færð að vita það, fólk tekur frá tíma til þess að segja frá hvernig fyrirtæki er að virka eða stofnunin eða bara hvað þau eru að gera, félagasamtökin, hvað sem það er, þú færð að vita það og svo er engin dagur eins hvort sem þú ert ráðherra eða þingmaður, myndi ég halda og við Þórdís erum nú fylgst að, við byrjuðum á sama tíma, við erum jafnaldrar, ég hef allan hennar tíma verið í stjórnaranstöðu, hún hefur allan hennar tíma verið ráðherra, þannig að kannski bara komið tíma að við skiptum þetta á. Nei og leiður okkar hann líka alveg skarast svona, sérstaklega í utanríkisráðuneytinu kannski, af því að Þórhildur Sunna er náttúrulega mikið í svona alþjóðastarfi og alls konar svona, þú veist, svona mannréttinda baráttu og svona hvort það lýðræðisöfl Belarús eða þú veist rússneskir stjórnarandstæðingar og svoleiðis, þannig að við höfum líka alveg geta svona aðeins unnið saman að þú veist einhverjum slíkum málstað, en ég meina eins og ég segi, þú veist, dóttir mín var bara pingu lítið kríli á brjósti sko þegar ég var ráðherra, hún er hann 8 ára, þannig að hluti af slíkri sviðsmynd ef það verður niðurstaðan, þú veist, það þýðir þá að ég hef meiri tíma með börnunum mínum, þannig að þú veist, það eru kostir við alla stöðu, en hafandi sagt það, þá þetta vona ég að ég fá áfram tækifæri til þess að vera í ríkisstjórn. Ég held reyndar, þú veist, sama hvernig ríkisstjórn verður myndið eftir kosningar. Ég vona sannlega því þessar kosningabaráttu hafa náttúrulega svona öryggis- og varnarmál til dæmis bara verið mjög lítið í umræðinni. Ég bara held að það muni reyna á næstu ríkisstjórn í bara mjög svona breyttum heimi sko. Ég er ekki að segja hvernig hann þróast, en það lítur ekki sérstaklega vel út, þú veist, þannig að sama hvernig ríkisstjórnir er mynduð, þá vona ég að það verði svona alvöru gefið ábyrgt yfirvega fólk sem að getur tekið ákvarðanir, þú veist, við mögulega einhverjar breyttar aðstæður sko. Ég vona að fólk sem veljist í ríkisstjórn átti sig á því, svona hvað við erum ekki eyland sko. Já, ég get alveg tekið undir það og við Þórdís er nú sammála mikilvægi alþjóðastarfsins sem að mér hefur ekki fundist að fengi nægilega mikið, ekki bara athygli í þessari kosningabaráttu heldur bara sko, já, athygli og áhuga ég myndi segja ríkisstjórnarinnar, því að ég er ekki að tala um þig sem utanríkisráðherra heldur bara forgangin sem er settur á þessi mál, fjármagnið, stuðningurinn, álitið sem að utanríkisþjónustan hefur sem að ég held að sé oft einhvern veginn að þetta sé bara einhver koktelboð í París eða eitthvað þannig sem að þetta er náttúrulega alls ekki, þetta er ótrúlega mikilvægt fyrir hagsmuni Íslands að vera með öfluga utanríkisþjónustu og við erum með mjög flott og hæft fólk í utanríkisþjónustunni en mér hefur fundist svona ekki nógu mikill metnaður lagður í að hafa hana í fremstu röð vegna þess að við erum lítið eyland sem að á allt sitt undir samskiptum við heiminn því að alþjóðalög séu virt og að við eigum í frjálsum viðskiptum og að við getum verið með frjálsa för og það er alveg blikur á lofti með svona flokkar sem miðflokkin sem að mætir og talar að sko, við minna sjálfstæðisflokkurinn nú er búin að leika svo svolítið að þessu líka að tala öruglandamæri og miðflokkurinn er duglegri að tala svona að loka þeim jafnvel og eitthvað svona og fyrir að hnýtast í Schengen sko og þarna finnst mér vera mikill populismi í gangi að því að Schengen er auðvitað samstarf landamæra öryggi og okkur er oft gerðu upp svo skoðun að við viljum einhvern veginn opna landamærin að já, við séum no borders flokkur og eitthvað svona, ég meina við bara styðjum Schengen samstarfi og Schengen samstarfi eru þetta mjög opin landamæri sko, það er alveg ótrúlega opin, við erum með landamæra samstarf við lönd sem að samanlagt eru með 400 milljónir íbúa og Schengen ríkin eru líka með samstarfssamning við 60 önnur ríki sem eru með mjög auðvelda för inn í Schengen svæðið en öll þessi ríki, þessi Schengen ríki eru líka með sko, samstarf landamæra eftirlit, löggæslu samstarf á milli ríkja skipulaða brotastarf sem er hryðjuverk og allt þetta sem að eflir öryggi okkar frekar heldur en að draga úr því sko, þannig að ég hef svona ákveðnar áhyggjur af því hvað miðflokknum gengur vel með að tala að einhvern veginn ná tökum á landamærunum okkar og líka
þegar að sjálfstæðisflokkur mæti með þessa retorík sko, við þurfum örugg landamæri og stillir okkur upp sem andstæðingi þess vegna þess að við erum bara að tala áframhaldandi vera okkur í Schengen sko. Ég held að það væri til mikill að trafala fyrir öryggi landamæranna á Íslandi ef við myndum ganga úr Schengen sko, fyrir utan bara allt óhagræðis að það hefði för með sér að þurfa einhvern veginn aftur að fara að sækja vísa til að komast til landa og fara í landamæra eftirlit og langa biðraðir og leiðindi sko. Að það verður bara einhvern veginn, þetta svo vond forgangsröðun inn í akkurat þetta ástand sem að Þórdís er að nefna, við viljum meira samstarf við ríki sem eru vinveitt okkur sem að hafa sömu gildi og við sem að virða lýðræði og mannréttindi og eru, þú veist, með það er búið að banna mér að segja réttaríkja því að það er ómikið konsept sko. En þú veist bara virða að lög og reglur er að gilda jafnt yfir alla, eru með aðskilnað framkvæmdarvalds, löggjafarvalds og dómsvalds, sjálfstæða dómstóla, þú veist, þessi grundvallar hugtök eða svona grunnstoðir í frjálsum og nútímalegum lýðræðisríkjum. Við þurfum að efla samstarfum við þannig lönd og þannig er ég líka að horfa til Evrópu og þess vegna hef ég verið að leggja til dæmis meiri áherslu á að við förum í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu aðild að Evrópu, eða sem áframhaldandi aðildarviðræður við Evrópusambandið að því að ég held að sérstaklega eftir að Trump var kjörinn forseti Bandaríkjanna í annað sinn að þá þurfum við bara að íhuga hvort við viljum ekki efla samstarfi ríki sem eru ennþá með þessi gildi í fyrirrúmi. Já. Og stjórnir í Hvíta hús finnst mér svona, já, vera svolítið mikið á leiðinni að fara að gefa það töluvert upp á bátinn. Já, Þórdís? Já, ég held að sko varandi landamærin og þau séu örugg, ég held að það sé bara sjálfsagt og eðlilegt og hafi verið mikilvægt og við náttúrulega erum bara með breyttir framkvæmd á landamærunum erum við alveg búin að ná mjög miklum árangur og viljum í rauninni bara halda því áfram og það skiptir máli. Ég eins og þú veist, málfundingur með að loka landamærum, ég held að þú veist, þar verður fólk svolítið að bara segja það sem er að meina sko, þú veist, hvað er raunverulega verið að tala að ætla að loka þeim, af því að ég veit að þú veist, á góðum dögum segja menn, já, við erum bara að loka þeim gagvart einhverju sem við viljum ekki fá og eitthvað, en ef þú ætla bara að taka því bókstaflega og að loka þeim, þá náttúrulega ertu bara að breyta í rauninni því hvernig við keyrum samfélagið okkar sko, þannig ég held alveg að ég held að einhverju segi þetta þegar halda að það hljómi vel en það hljóma samt ekki vel sko, að loka þeim, þú veist, en það er annað að vera með þú veist að flugfélög skili farþegaskrá og þú sést með öfluga gæsla á landamærum og þú veist allt þetta síðan þetta allt kröfur sem eru gerða til okkar af Schengen sko. Já, en allavega höfum við verið að þú veist, breyta framkvæmdinni þannig á landamærunum að við erum að það hefur, þú veist, það hefur skilað sér í það sem að við segjum árangur og aðri segja kannski eitthvað of hart en þú veist árangri þegar kemur að hælisumsóknum og bara þessum svona farþegaflutningum til og frá landinu en sko umræða Schengen, þú veist, hún svona poppar upp reglulega og ég held að það væri mjög misráð að fara að segja sig úr Schengen og við munum, þú veist, við þurfum auðvitað bara átt okkur á hinu augljósa sem er það að við erum ríka þegar við seljum útlendingu vörunar okkar sko. Þú veist, við verðum að hafa greiðan aðgang að alþjóðlegum mörkuðum. Þetta frjálsa flæði fólks á EES-svæðinu, þú veist, ef að, ég hugsa stundum ef við værum í dag að samþykkja EES-samningin og myndum segja, já þetta mun þýða að, þú veist, yfir 400 milljónir manns muni geta komið hingað, flutt hingað, unnið hérna, þá myndi hljóma rosalega svona, erum við til í það? En það er staðan í dag, sko, þú veist. Og þegar við segjum mér finnst, þú veist, hugtakið réttaríki ég meina, við tölum réttaríki á Íslandi alþjóðakerfið sem er annað svona sem fólk segir, þú veist, ég veit ekki hvað það tala eða ég nenni ekki að setja minni í alþjóðakerfið það í rauninni, í grundvallaratriðum gengur bara út á það að það sé líka eitthvað svona réttaríki á milli þjóða og ef við getum ekki treyst því að það haldi þú veist, við eigum allt undir að það haldi sko. Það er þannig sem að við, þú veist, seljum vörurnar okkar getum treyst í að vera hluti af samfélagi þjóða að við fáum áfram að vera fullvalda og sjálfstæð sem er heldur ekkit eitthvað, það er ekkit sjálfgefið að það bara verði þannig í mörg hundru ári viðbót, ég meina við höfum verið sjálfstæði 80 ár sko, þú veist, fjöldi sjálfstæðra ríkja í heiminum í dag, það er ekkit, ég meina það er miklu meiri fjöldi í dag heldur en var fyrir, þú veist, 150 árum, það er ekkit sjálfgefið að það verði ennþá þannig að 100 árum liðnum. Nei, og við vorum hersetin í seinni heimsstyrjöldinni, kannski fannst okkur að vera vinveittur ríki, en við vorum samt sem aður hersetin, sko, við vorum undir þú veist, þetta það er ekkert, einmitt eins og þú segir, ekkert sjálfgefið að við verðum áfram sjálfstæðst þjóð, sko,
varandi að fækka umsóknum alþjóðlega vernda, þá verður nú samt að benda það að langmesta fækkunin sem hefur orðið hefur verið af umsóknum frá Úkraínu og það er alveg mörg 100 umsóknir sem við erum að tala sem að munar á umsóknum frá Úkraínu og þar hefur nýlega lagabreytingar eða eitthvað herðingar á landamærunum bara ekkert með það að gera því að þau eiga bara frjálsa leið hingað inn og það eru náttúrulega sömu reglur og þau fá beinustu leið bara inn í kerfið sko, þannig að þau þurfa ekkert að bíða, þau geta bara byrjað að vinna og þau geta sest hérna að bara eins og hver annar Schengen búi eða fólks úr Evrópusambandinu sko, þannig að það er ekki þannig að það sé eitthvað mikill samdráttur af umsóknum alþjóðlega vernd, það er bara að það eru færri að koma hingað segi frá Úkraínu, það hefur ekkert með aðgerri ríkisstjórnarinnar að gera. En það eru líka færri umsóknir frá öðrum. Það bara svona lítið í samanburði og nú er ég að gera mjög lítið tákn hérna í samanburði við, ég meina við erum að tala um 500 umsóknar fækkun þegar kemur á Úkraínu og það er kannski einhver 100 eða eitthvað. Ef við erum að tala um að það sé eitthvað afrek ríkisstjórnarinnar, ég veit það ekki, ég kaupi það ekki sko. Við erum allavega með áætlanir, þá hefði kostnaður við hæliskerfið verið 28 milljarðar þessa ári en verða svona, þú veist, kannski 17-18 eða 16-17-18. Ég meina aðalkostnaðurinn við þetta kerfi er að bæði meina fólki að vinna á meðan að umsóknir er í kerfinu og að reyna að koma þeim úr landi aftur. Það er náttúrulega engin kostnaður í raun sem að fylgir því að taka á móti flóttafólki frá Úkraínu vegna þess að það sest hérna að það byrjar að vinna, það byrjar að borga leigu og skatta og fer að vinna hjá okkur við að gera bara alls konar þjóðþrifaverk þannig að við græðum á þeirra komu hingað. Það er líka sömu reglur í öllu sambandsvæðinu. Já, og ef við verum tilbúin að bjóða upp á sömu reglur fyrir aðra sem að vilja koma hérna og setja stað og vinna sem að er bara fólk að flótta vill almennt gera af því að það er nú bara fólk eins og við öll að þá værum við ekki að borga stórar fjárhæðir að halda þeim atvinnulausum með eitthvað 1000 kalla á viku á uppihaldi ríkisins. Já, Leifur? Nei, já, bara góð umræða sko, er alveg ljóst að... Ég ætla bara að ljúkunum með þegar segja við erum ósaman þetta. Já, það er alveg ljóst að... Ég er alveg fullkomlega meðvitað það. Skratti liggur í smáatriðum þarna eins og við segjum á lélegri íslensku. Já, sko. Herru, við erum með því að við lofuðum að hafa það ekki of lengi en við verðum að halda vel á spilum. Ekki það við nú bara nýbyrjuð. Þátturum með Þórdísi síðast var ekki um einhverju 17 klukkutímar. Við fáum alltaf mjög mikið aðsendum spurningum og við erum þeim afar þakkláttir þeim ritturum sem gera það. Sumir eru bara með stutta spurningar bara uppáhaldsmatur og sumir eru bara með ritgerðir og ég elska það. Og það var einn sem kom að Þórhildi sem ég ætla að taka því hún var að tala um lýðræði á hann. Það var mikill hasar inn að raða Pírata í haust í kjölfar framkvæmdastjórn flokksins í kjölfari eitthvað fjaðrafólk þar. Halldór Auðar hættir sem formaður framkvæmdastjórnar eftir 3 vikur í starfi og svo er látið Atla Þór Fandal fara sem samskiptastjóra þingflokksins. Atli Þór talaði um eitrað vinnuumhverfi innan Pírata og sakaði þig um að hafa njósnað meðlimi Pírata af ótta við byltingu. Fyrsta spurning talar lýðræðan, hver er staða lýðræðis á Píratum í dag? Þú veist að spyrja um lýðræði en þú ert líka að spyrja hvort að ég hafi verið að njósta um fólk. Má ég byrja á því? Já, þetta er aðsend spurning. Já. Ég njóstnaði ekki um nokkurt mann og við höfum alveg svarað þessu nokkuð oft og ítarlega held ég. Við fengum send skjáskot og það er það sem hefur verið teiknað upp sem njóstnir en þá með sömu formerkjum geti ég gert þig að njóstnara með því að senda þér skjáskot af einkasamskiptum þannig að það hlýtur hver maður að sjá það gengur ekki alveg upp. Nei. Hvað var það lýðræði? Það var lýðræði bara við í góðum gýr hjá okkur Píratum eins og við vorum komin áðan við erum eina hreyfingir sem var með prókjör í öllum landslitum fyrir þessar kosningar og ég bara veit ekki hvað þetta snýst. Nei, en þú hefur heyrt þessu umræðu? Ég hef heyrt alls konar umræðu ég veit ekki eins og almennilega hvað vegna þess að fólk virðist ekki vita hvað nákvæmlega það er að tala um. Nei, en þá er líka bara fínt til að svara fyrir þetta? Já, það var kjör til framkvæmdastjórnar Pírata og Atli Þór Fandal aðstoðaði suma frambjóðendur við að ná kjöri með því að smala inn fullt af atkvæðum og já, það var ekki allir sáttir við það. Hann var samskiptastjóri þingflokksins og fólk var ekki ánægt með að samskiptastjóri þingflokksins væri aðstoða suma frambjóðendur en ekki aðra. Og já, hvað á ég að segja annað en þetta? Nei, bara fínt, þetta er bara vel svara fyrir þetta. Það var ákveðin svona trúnaðarbrestur í kringu það. Já, en þetta er allt leyst núna eða hvað? Já, þetta er allt leyst. Allt er bara 10?
Já, ég myndi segja það. Ég meina framkvæmdastjórn Pírata fungerar bara vel og það eru allir sáttir, sko. En ég meina þetta var þetta rosalega leiðilegt á þessum tíma. Fólk var sárt yfir einhvern veginn, alls konar hlutum og það var alls konar samtöl sem áttu sér stað í kringum þetta og við höfum verið sökuð að hafa verið óslega ósátt og ég hef verið sökuð að hafa verið ótrúlega reið, einmitt af allar dæmis sem að ég kannast ekki við að hafa nokkru sinni verið varðandi kjör þessar framkvæmdastjórnar, raunar ef ég bara fagnað kjörið þeirra og búið velkominn og reynt að leysa á miðlamálunum, sko. Já, klart. Vel svarað. Já, sko, mér langar aðeins að taka bankaumræðuna. Já. Það hefur svolítið borðið á því í aðdraganda kosningana og eins hjá okkur í þessum þáttum. Einhver hafa verið að því að við höfum verið að selja bankar á undirverði. Það er náttúrulega bara ekki þannig þó að framkvæmdin hafi kannski ekki verið eins og best var á kosið. En Þórdís, eigum við ekki að halda áfram að selja Íslandsbanka? Jú. Við vorum náttúrulega mjög langt komin með að klára það verkefni og auðvitað hefði ég viljað að það bara hefði verið klárað. Og ég ætla bara rétt að vona að ný ríkisstjórn taki bara upp þráðinn og klári það mál til þess að lækka skuldir ríkisins. Við höfum þetta líka að tala fyrir því að hefja sölu á meirihluta Landsbankans. Já. Og ég meina það náttúrulega á sínum tíma bara eftir uppgjör hrunsins og allt þá var gert ráð fyrir því að Bankasýslan ætti að vera til í 5 ár og hennar hlutverk væri að losa okkur undan því eignarhaldi sem að við vorum komið með eftir stöðugleikaframlög og svo framvegis. Og við höfum talað fyrir því að gera það og aftur nota andverið þess að lækka skuldir ríkisins og ég meina í löndunum í kringum okkur þá er ekki ríkissjóður að reka marga banka, sko. En það er ekki allir flokkar á því, þannig að þú veist, það er auðvitað alveg eitt af því sem að ég held að verði rætt við stjórnarmyndun. Þú veist, Samfylkingin er ekki á því að hefja sölu á Landsbankanum og auðvitað margir ykkur aðrir flokkar líka en maður horfir bara svona þá sem eru að mælast hvað stærstir í dag. Ef að fólk ætlar ekki að klára sölu á Íslandsbanka þá þarf auðvitað bara að gera ráðstafana því að við erum að gera ráð fyrir því í fjármálaáætlun að klára það mál til þess að greiða niður skuldir. Já, sko, Willum var hjá okkur í gær í góðum þætti með Áslaugarni og hann vildi bara breyta Landsbankanum í svona samfélagsbanka. Já, það held ég sé alveg afleit hugmynd, sko. Þórhildur, hvað vill Pírata gera við bankan okkar? Það er ekki virka, sko. Já, við viljum ekki selja Landsbankan. Nei. En höfum sagt varðandi Íslandsbanka, við höfum auðvitað verið mjög gagnrýnir hvernig var staðið að söluferlinu og sérstaklega varðandi vanhæfni Bjarna Benediktssonar til þess að selja pappa sinu hlut í bankanum og höfum bent á að sko, ef við ætlum að halda áfram með þetta söluferli þá þarf fyrst að fara fram alvöru uppgjör á hinum tveimur söluferlanum, það þarf að myndast einhvers konar sátt það í samfélaginu vegna þess að það er ekki sátt það eins og sagstanda að selja afganginn af Íslandsbanka og já, við höfum bara lagt upp með það þannig að við erum ekki tilbúin að gera það fyrr en að það er búið að gera upp fyrir söluferli og það er komin einhvers konar samstæða það að halda áfram með söluferli. Þórdís, ef við kannski bara gefa þjóðun Íslandsbanka? Sko, eins og ég segi, þá er bara, þú veist, frumvarpið tilbúið. Það er mjög bara frekar svona einfalt og gagnsætt og ég lagði á það áherslu þegar við vorum að smíða það í fjármálaráðuneytinu þegar ég var þar að við smíðum það þannig að það vísaði nánasta eingöngu í gildandi lög í landinu sem að byggja þetta bara á innleiðingum frá í gegnum EES-samningin. Þannig að það var engar heimasmíðaðar reglur einhverja sér íslenska leiði að gera þetta, heldur bara myndu reglur gilda sem gilda alls þar annars þar í gegnum fjármála löggjöfina og líka til þess að geta hvílt í því að við værum þá byggjað á löggjöf sem að Alþingi sjálft hafði samþykkt á fyrir stigum. Allt þetta er í rauninni klárt, þú veist, undirbúningurinn er mjög langt kominn og það er að vera að gera ráð fyrir því forsendu fjármálaáætlunar að þetta fari í niðurgreiðslu skulda. Þannig að ég held að allar einhverjar byltingakenndar hugmyndir eitthvað allt annað prógram í því sé bara ekki skynsamlegt, sko, hvorki út frá hagsmunum ríkissjóðs né bara verkefninu sjálfu, af því það á ekki að vera mjög flókið að klára þetta. Þetta er eins opnu ferli og hægt er og við tökum mið af
uppgjöri á fyrra ferli sem að birtist auðvitað í áliti umboðsmanns. Þannig að ég vona að fólk bara klári þetta. Og það uppgjör var nú samt bara varðandi hæfi Bjarna Benediktssonar. Að því að öðru leiti gekk sú salin alltaf bara mjög vel, sko. Nei, að öðru leiti. Það var náttúrulega til önnur skýrsla frá ríkisendurskoðanda sem að ég ætla að segja nú bara fínni íslensku drullaði yfir þetta ferli eins og bara að það lagði sig. Þannig að nei, hún gekk ekki mjög vel, hún var illa framkvæmd og illa skipulögð og auðvitað mjög mikið vantraust í kringum hana, sérstaklega út af því að það var einhvern veginn þráskallast við að viðurkenna að þarna hefði ráðherrann skort hæfi, það var bent á það strax í upphafi og það var neitað að viðurkenna það þangað til að umboðsmaður komst þær niðurstöðu og loksins var gengist við því. Þannig að ég get ekki tekið undir að það hafi verið vel heppnað og kröfum okkar í stjórnarandstöðunni rannsóknarnefnd var alltaf hafnað og mér finnst ennþá alveg tilefni til þess að fara í það vegna þess kannski einna helst út af því að það var ekkert gert til þess að athuga hverja það væru sem að voru að kaupa. Það bara liggur í hlutarins eðli þegar að Bankasýslan sem er núna búið að leggja niður á þess að neitt sé komið í staðinn, notabene. Þannig að þetta er bara komið aftur inn í, já ég meina, fyrir söluna á Íslandsbanka, skilur en ekki fyrir hvernig að halda eignarhlutum bankana, ég meina það bara komið inn í fjármálaráðuneytið, já, eins og það var fyrir bankarhund, geggjað, toppnæs, en þú veist, ég meina það átti að vera einhver stofnun, þú veist, ríkisstjórnin tilkynnti það með miklu þjósti eftir að það var allt vitlaust út á Íslandsbankasölunni að það ætti að leggja niður bankasýsluna og koma einhver önnur stofnun í staðinn og svo bara hélt bankasýslan áfram þangað til núna korter í þingrof, eða þú veist, fyrir kosningar, þá var bankasýslan lögð niður og þessu bara skuttla inn í fjármálaráðuneytið. Já, loksins, en ég minna það var ekkert plan hvað þetta kom í staðinn, sko. Þannig að ég get ekki tekið undir að þetta hafi verið vel skiplegt og ég held að það þurfa að fara miklu betur hún í saumana á þessu og punkturinn sem ég ætla að koma með varandi þetta er einfallega að það að bankasýslan hafi ekki kannast við Hafsilfur og vissi ekki hver var á bak við þennan kaupanda og hinn kaupandan segir okkur líka að það hafi ekki verið kannað, sko, voru kannski einhverjir að kaupa fyrir aðra sem að voru vanhæfir til þess að kaupa og svo framvegis. Það var ekkert gert til að tékka á því og það er eitthvað sem að mér finnst að ennþá þurfa að fara ofan í kjölinn á. Ég meina þarna var mikið af svona fjármála þjónustu fyrirtækjum að kaupa, við vitum ekkert hver voru á bak við það og svo framvegis og ég meina stærsta sektin sem fjármálaeftirlitið hefur gefur út, það var líka á hendur Íslandsbanka fyrir þessa framkvæmd, þannig að ég held að það sé ekki hægt að gefa þessari framkvæmd fyrstu einhvern. Klart. Sko, annað sem hefur verið svolítið í umræðinu tengt bönkunum, það er bankaskatturinn. Flokkur fólksins vill til að mynda 5-faldan. Sko, Akkur ekki bara 10-faldan? Akkur ekki bara 10-faldan? Ef þú byrjaðir. Þórhildur, eigum að margfaldan eða eigum að deilunum eða viltu bara halda honum eins og hann er? Sko, ég myndi allavega ekki vilja lækkan og ég held að sé alveg kannski hægt að hækka hann eitthvað aðeins en við myndi ekki vilja 5-faldan. Við fengum gagnrýni frá flokki fólksins fyrir að hafa ætlað að setja okkur á en þá var upphæðin, eða sem sagt hækkunin töluvert lægri heldur en frumvarpið svo endaði, sko, og þá tókum við okkur af því okkur fannst þetta svona full mikið í lagt. En það er ekki forgangi hjá okkur að hækka bankaskattin, það er frekar fjármagnstekjuskattur sem við erum að horfa til, auðlindagjöldin og aðrir tekju öflunarmöguleikar sem við leggjum áherslu á. Þórdís, það er ekki einhver að segja Ingu Sæland að hækka bankaskatt og þá finna bara neytendur fyrir því? Jú, við höfum auðvitað marg sagt það, sko. Ég meina skattaumhverfi íslenska banka er bara annað heldur en í löndum í kringum okkur og þyngra og þú veist, þetta er svona þetta er örugglega einn vinsælasti skattur hjá stjórnmálamönnum að tala um, sko, og hérna mikill svona pólitískur freistnivandi myndi ég segja hjá mörgum að berja á honum og halda að hann einhvern veginn bitni ekki á bara þeim sem á endanum borgan, sko. Síðan þú veist, þegar við tölum þegar koma tölur frá bönkum hagnað og svona, þá er alltaf stór hópur í samfélaginu sem að verður mjög reiður yfir því. Já. En þegar að hort er á bara sko bara arðsemi raunverulega, þú veist, arðsemi bankana miðað við þær kröfur sem eru gerðar til þar og til að mynda ríkisbanka þá, og þú veist, og hverjar arðsemis kröfur og arðsemi banka í kringum okkur eru, að þá hérna er það auðvitað ekki eitthvað til þess að sko hafa áhyggjur af að það sé of mikið. Ég meina þá, þú veist, þá ætti ríkið bara að gera minni arðsemiskröfur á bankan. En af hverju gerir ríkið þá ekki minni arðsemiskröfur á bankan? Við höfum alveg verið duglega að benda á þetta, sko, með að við
álagi sem á almenningi kringum bankaþjónustu að þá hlýtur arðsemiskrafa hálfu eins og opinbera gagnvart til dæmis Landsbankanum að vera og þá. En af hverju ætti arðsemiskrafa, þú veist, á íslenska banka að vera miklu lægri heldur en bara alls þar annars þar í kringum okkur, sko? Skekkir það ekki mjögulega samkeppnisaðstöðu hinna eða? Varst þú ekki rétt í þess að segja að arðsemiskrafin að vera herri hér heldur en annars þar? Nei, arðsemi banka erlendis meiri og arðsemiskrafan hér, þú veist, það bara hafa svo mikið við til þess að ná þeim. Þannig að, þú veist, ef að við viljum í alvörinu bara banka sem að skiligerði, þú veist, þá er það bara komin í einhverja samfélagsbankaumræðu og einhverja svona útfærsla einhverju byggðastofnun nema fyrir fjármálastofnun, sko, sem ég held að sé augljóslega ekki gott fyrir bara samkeppnisumhverfi og bara almennt einhvern veginn hagkerfi eins og við keyrum það, sko, þá erum við bara að tala þú veist, eitthvað annað fyrirkomulag, sko. Það gengur alveg ágætlega í Þýskalandi samt, þegar við erum með svona sparkassi bara samfélagsbanka sem ekki það að við séum að það okkar stefnuskrá að fara í samfélagsbanka sko, en það alveg til góð módel af þessu sem að virka vel fyrir almenning. Já. Okay. Já. Ég heyri að þið hafi ekki meira trú að þessu. Þjóðverðarnir eru mjög sáttið við sparkassina sinna sko, get ég sagt ykkur. Ég gat bara ekki, ég þekki það bara ekki, ég gat ekki svara fyrir það, en fótt sko. En það bara mjög vinsælt og mikið notað. Já, klárt. Mér langar að spyrja ykkur stelpur út í umhverfismáluna þess. Já. Sko, eigum við að gera allt sem við getum í loftslagsmálum til að leggja okkar að mörkum og þá má nefnilega sem dæmi bjóða fyrirtæki að starfa á Íslandi til að lækka kolefnisspor sitt með því að nýta græna orku. Þetta er náttúrulega alltaf ákveðið bókhaldstæmi. Já. Eða eigum við bara að hugsa okkar eigið bókhald? Eða eigum við bara að hugsa okkar eigið bókhald? Hvor viltu byrja? Byrjum á því að Þórdís. Já, við náttúrulega, sko, ég meina til að mynda með álverum á Íslandi þá erum við auðvitað með margfalt minni losun við álframleiðslu hér heldur en allstaðar í kringum okkur og það er alveg fullt af fólki sem myndi bara vilja loka álverum á Íslandi og nota orkuna í eitthvað annað en það er auðvitað slíkt magn af orku að þú veist það þyrfti eitthvað stórkostlegt að koma í staðinn fyrir utan það sem betur fyrir búið í landi þar sem stjórnmálmenn loka ekki álverum sko og ég held líka varandi álverin þá held ég reyndar að það bara styttist mjög í það að það fara að vera svona ég ætla ekki að segja þjóðaröryggismál, meira svona fyrir álfuna þegar við erum að horfa á bara hvar erum við háð öðrum með við bara þróun alþjóðamála. Það sem að það eru næstu öll álver í Evrópu sem eru búin að loka. Þú veist, við erum bara, það hefur bara verið þróunin. Ég er talsmaður þess og Sjálfstæðisflokkurinn er talsmaður þess að við framleiðum meira af grænni orku til þess að geta verið hérna með alls konar fyrirtæki, ný fyrirtæki og önnur fyrirtæki geti vaxið. Vegna þess að fyrirtæki sem þurfa mikið af orku, þá er betra að hún sé græn heldur en ekki og fyrir utan það þá viljum við bara einfaldlega gera það til þess að auka verðmætasköpun á Íslandi og við vitum að það er ótrúlega mikil dýnamík og gerjun í alls konar loftslagstengdum verkefnum og svona nýsköpun í ykkur svona grænni tækni sem að ég myndi vilja að Ísland væri að meina þegar að segist vilja vera land þar sem að það er prófað og þegar að síðan einhverjar hugmyndir koma sem hægt er að skala upp að þá getum við bæði notið góðs af því efnahagslega og jafnvel ef það koma lausnir sem að við getum þá nýtt okkur fyrir þá þætti sem við eigum eftir að fara í orkuskipti af því að þú veist mörglönd tala orkuskipti og þá þegar þú tekur sko út frá bara minni losun þá er þetta markmið í sjálfu sér en það er ekkert mörglönd þar sem það svona er jafn skynsamlegt út frá bara efnahagsliðinni og það er fyrir Ísland. Þú veist, við erum að verja yfir 100 milljörðum á ári að kaupa olíu frá Norðmönnum sem að ég myndi frekar vilja að við getum nýtt þær gjaldeyristekjur bara í eitthvað annað og framleitt okkar eigin vöru, sko. Þannig að út frá efnahagsmálum er það bara, finnst mér það skynsamlegt. Fjölgun á bara spennandi störfum og einhverju nýsköpun og nýri tækni og hvað þetta er allt eða bara einhverju hefðbundnara. Og ég held að sko, ég meina við erum með okkar markmið sem eru mjög háleit og maður sér alveg löndin í kringum okkur, ég held að það verði ákveðin svona endurskoðun á þessu, þú veist, er þetta raunhæft? Við gerum alveg ráð fyrir því að tækni sem að við erum ekki að sinna sjálf, ég meina eins og til að mynda bara kemur að rafbílnotkun, þú veist, við erum ekki að framleiða rafbíla, þannig að við erum augljóslega háð stærri mörkuðum sem eru raunverulega að framleiða þá og stærri mörkuðum sem að hvort að þeir ætla að fara inn í þennan veruleika eða ekki, að því að þeir gera það ekki þá mun það hafa áhrif á eftirspurn af rafbílum sem að við ekki framleiðum og svo framvegis. Þannig að ég held alveg að verða ákveðin endurskoðun á þessu, fyrir utan það síðan bara að lönd eru náttúrulega bara búin að vera að setja gríðarlega mikla fjármuni í til að mynda varnarmál út af stöðunni sem að ég held að mun alveg hafa einhver áhrif á bara hvað þau telja sér fært að gera í slíkar aðgerðir. Þannig að ég segi sko, við getum ekki verið svona á
brúninni í allri svona breytingu í tækniþróun til þess að minnka losun ef að við erum dálítið einðar, skiljið, af því að þú veist, ef að við ætlum að vera með slíkar skattaívilnanir og niðurgreiðslu á bara öllu saman, þá held ég að það á endanum verði bara okkur of dýrt, sko. Það er ekki fyrir að það er einhver massi farin að gera það sem að það myndi ganga upp fyrir okkur, sérstaklega ef það er eitthvað sem við erum með skattaívilnanir eða niðurgreiðslu á. Það er annað auðvitað bara að tala einhverja verðmætasköpun sem verður til á Íslandi, þannig að við erum talsmenn þess að þú veist, við búum á grænu batteríu og ég held að það sé, ég held ekkert, ég bara trúi því að það sé skynsamlegt fyrir okkur að framleiða meira af grænni orku. Þórhildur? Já, þarna er langt á milli okkar og sjálfstæðisflokksins en það heimin að hafa milli einkunnagjöfar ungra umhverfissinna gagnvart okkur og Flokkur fólksins ekki 1 stig, sástu það? Já, ég sá það, ég var hana. Ég tók við sólinni fyrir hönd Pírata og þar fengum við verðlaun fyrir bestu umhverfisstefnuna og sjálfstæðisflokkurinn Þið búin að taka við af VG? Já, við erum með betri umhverfisstefnu heldur en VG samkvæmt umhverfissinnum og minnstakosti og við erum alltaf ekki með þann bagga á bakinu að hafa verið í 7 ár í ríkisstjórn, þar af 3 með sjálfstæðisflokkin í umhverfis- og loftslagsráðuneytinu þannig að ég myndi segja að við varum miklu betri umhverfisflokkur heldur en VG vegna þess að þau eru búin að sýna í verki að þau eru tilbúin að fórna umhverfismálunum fyrir valdastóla og ekki höfum við gert það fram á þessu og ætlum ekki að gera það. Sko þegar kemur að orkuöflun og að fá orku frekan iðnað hingað þá er það eitthvað sem við erum búin að gera í stórum stíl með stóriðjustefnunni sem er búið að vera ríkjandi hérna í lengri tíma með álverunum. Við erum ekki að fara að loka álverum einhvern veginn handvirt. Við sjáum það ekki fyrir okkur en við viljum hins vegar ekki leggja áfram áherslu á áframhaldandi stóriðjustefnu á Íslandi og viljum frekar nota orkuna betur. Við erum með mestu raforkuframleiðslu á haus í öllum heiminum. Við erum með 2-falt meira heldur en landið sem kemur á eftir okkur sem er Noregur. Og er það vont? Ég myndi segja að við þurfum ekki meiri orku. Hvað voru þið Sigur Hannesson að rífa sem daginn? Hvað sagði hann við mig? Samtökum innaðarins, ertu að tala um það? Hann að væra klippan Já, einmitt. Var þetta væra klipp? Gerðu þið klipp úr þessu líka? Já, Var það ekki með þetta? Það var nákvæmlega þetta. Per capita mestu. Ok, já, það er bara ekki rétt hjá honum. Nei, en ég skal segja ykkur af hverju. Hann notaði það, ég sagði þegar ég var að tala um raforkuöflun og við vorum að tala um orkuskipti. Og hann tala um orkuframleiðslu. Hann var að tala um orkuframleiðslu, en veistu, ég bað hann um heimild fyrir þessu. Mér er merkilegt að hafa gert klipp úr þessu út af því að þetta var mjög óheiðaleg framsetning hjá honum. Það geti vel verið hann hafi ekki gert klippuna, sko. Já, mér er alveg sama. Hann er þarna. Við báðum þau um heimildir fyrir þessu og þau senda okkur eitthvað heimasíðu og það er engin heimild fyrir þessu einhvern veginn aðgengileg þegar þeir geta sendt okkur nákvæmlega hvað áttu við með að við varum í 21. sæti í orkuframleiðslu mjög erfitt að sjá hvernig við fengum það út yfir höfuð vegna þess að ef við erum að horfa orkuframleiðslu heilt yfir þá erum við eitthvað staðar, þú veist, að því að við erum ekki að brenna hérna svartóli í langa banir, sko. En þess að Þórdís spyr, er þetta slæmt að vera á toppnum hann eða? Þetta þýðir að við þurfum ekki meiri orkuframleiðslu, þetta þýðir að við þurfum ekki að botvirkja Ísland, ég meina það er fórnarkostnaði við að búa til rafmagn á Íslandi. Við erum að fórna náttúrunni, við erum að fórna lífríki, við erum að fórna líffræðilegum fjölbreytileika, við erum að fórna rétti framtíðarkynslóða til að afla sér orku á þeim stöðum. Þetta er ekki eitthvað eitt sem við fáum, bara græn orka, perfekt, frábært, höldum áfram og ekkert sem að við borgum fyrir það. Við borgum fyrir það með eyðingu vistkerfa, við borgum fyrir það með ónýtum náttúruauðlindum og við borgum fyrir það með töluvert miklum fjármagnskostnaði líka bara við uppbyggingu og annað og það þarf ekki. Við getum farið í bæði sko talandi að við séum að brenna rosalega mikið af olíu, við þurfum líka að bæta flutningskerfið okkar, við þurfum að hafa það þannig að það nýtist rafmagnið sem við erum að búa til nú þegar. Við þurfum að lögfesta forgangsrétt heimilana að raforku sem er ekki ennþá búið að gera. Við þurfum að tryggja það að ef við ætlum í nýja orkuöflun segjum að við gerum það, að þá fari það í orkuskipti en ekki eitthvað annað. Það er ekkert sem segir að ný orka fari í orkuskipti eða grænan iðnað. Ekki neitt. Það er ekkert sem segir að það verði veruleikin í núverandi lagaumhverfi. Þannig að forgangsröðunin fyrir okkur er í raun að víkja frá þessari stóriðjustefnu sem að hefur verið. Ég meina 5% af raforku sem að við framleiðum fer til heimilana. Það er ekki sérlega mikið af því sem við erum að framleiða. Það þýðir að 95% af raforkunni fer í eitthvað annað heldur en heimilin. Það er ekki orkuskortur á Íslandi ef við erum að hugsa um bara að heimilin þurfi rafmagn. Svo erum við með 15% sem eru fyrirtæki í stærri kantinum og minni kantinum og restin er stórið.
Og við þurfum ekki svona ótrúlega mikla orkuframleiðslu á Íslandi. Við ættum frekar að nýta orkuinnviðina betur, standa betur vörð náttúrun okkar og geyma orkufrekar framkvæmdir vegna þess að það ekki þörfaði. Við ættum frekar að fókusa á sjálfbærari iðnað sem að gengur ekki svona freklega á náttúrun okkar. Þórdís? Já, ég held að, mér finnst alltaf þessi umræða, þegar við tölum við loftslagsmál annars vegar og náttúruvernd hins vegar, ef þú ætlar að vera, og ég er ekki að segja Þórhildur Sunna sig þar, bara, ef þú ætlar að vera algjörlega heilagur í náttúruverndinni, þá finnst mér þú eiginlega ekki geta verið mjög áfram orkuskipti og loftslagsmál út frá því að vilja fasa út jarðefnaeldsneyti og taka upp aðra orkugjafa í staðina. Því ef þú ætlar að vera með græna orkugjafa þá þýðir að þú raskar náttúrun til að sækja og hvort sem með jarðvarma eða vatnsafli eða vind eða hvað, auðvitað mismunandi afleiðingar af því en þú raskar náttúrun til að búa til græna orku. Hins vegar af því að ég meina Píratar eru á því að það eigi, bæði að banna olíuleit og helst að gera kröfu á ríki sem eru að sækja olíu og selja hana, eigi ekki að vera að gera það, að þá auðvitað þarf að spyrja að byrja hvað þá kom í staðinn. Það þá auðvitað græn orka og þá spurning hvar eru þær auðlindir og hvar á að gera þá. Ég er ekki að segja að við að framleiða orku til þess að taka út stærstu ríkin sem að nota olíu í dag, en ég meina einhver þarf að gera það og af hverju ættum við að ekki að vilja framlega meira á grænni orku þegar við höfum hana sem sjálfbær orka og lágmarka umhverfisáhrif af því. Við síðan vegna þess að það ótrúlega mengandi og raskar lífríki og fórnar líffræði fjölbreytileika. Já, en þá óraunhæft að, en þeir líka með stefnuskrá að fólk að skammast sín fyrir að nota olíu. Nei, þannig að hvort það? Við erum ekki með á stefnuskrá að fólk að skammast sín fyrir að nota olíu. Við erum reynda með að ríki, þau segja allavega að ríki sem að sækja olíu eiga að skammast sín fyrir að gera það og eiga að hætta því. Nei, við segjum Andris Ingi hefur marg verið að ræða það að við eigum að vera hluta einhverju samkomulagi sem að bannar öðrum ríkjum að við ætlum að setja og gefa okkur upp að við ætlum að vera með þeim sem ætla aldrei að sækja meira olíu. Við erum að tala um að við hættum olíuleit og ég meina það er langt út fyrir það að við eigum að gera það. Við erum ekki að leita að olíu akkurat núna og það á að banna olíuleit og það var á dagskrá hjá þínum ráðherra að gera það og svo hættan við. Það sem ég var að benda á hérna áðan er að 80% þeirri raforku sem við framleiðum í dag, hún fer í stóriði og við höfum verið að tala um að færa okkur frá því vegna þess að stóriðan álver til dæmis sem menga mjög mikið og við erum ekki að tala um að loka álverum en það er tímaspursmál að eitthvað álver loki. Það er bara tímaspursmál vegna þess að það er komin bara, það er auðveldara að framleiða ál annars staðar og 80% af raforkunum væri gott fyrir Evrópu ef við erum ekki að framleiða neitt ál. Við ættum að vera að endurnýja álið okkar, þessar áldósir hérna. Við endurnýjum, það er brjálasta mikil endurnýjum á áli. Miklu auðveldara og orku minna að endurnýta ál heldur en að framleiða nýtt ál, það er líka miklu umhverfisvænna. En það er kannski besides the point, 80% þessar raforku sem við framleiðum fyrir þessu stóru. Það er að vera svona cirka 67% bundin í langtímasamningum, langtímasamningum, en samt sem að langtímasamningum og við erum ekki að fara að hrófla við því, en það erum við bara samningsbundin til að hrófla við því. Það skilur okkur eftir með það bil 13% sem að er á við alla orkunotkun á Íslandi fyrir utan stóriðina. Það getum við vel notað í orkuskipti og við þurfum að setja í lög að ef við ætlum að fara í nýja orkuöflun þá fara það einmitt í orkuskipti. Það er ekki þannig í dag. Ef við ætlum í nýja orkuskiptin þá verður að nýja orkuöflun þá verður að líka að vera í lögum að almenningur hafi forgang að raforku. Það er ekki þannig í dag. Við erum að tala um forgangsröðun. Við þurfum ekki, það er ekki orkuskortur í aðsigi. Þetta byggir allt á allar þessar spár. Það er byggjað því að við verum með óbreytt atvinnulíf, óbreytta stóriðjastefnu, óbreyttan vöxt, óbreytt allt í samfélaginu og við þurfum að fara í stærri breytingar heldur en það. Við þurfum að fara í almenningssamgöngur til dæmis. Við getum ekki bara skipt út öllum bensínbílum fyrir rafmagnsbíla og halda að það sé bara að fara að redda málunum. Það er ekki að fara að gera það. Við höldum þá áfram með bæði svifryksmengun, það þýðir að börnin okkar halda áfram og með ekki leika sér úti á björtum dögum að vetri til út af svifryksmengun. Það þýðir að mengunin er ekkert að fara að hætta, það þýðir líka að umferðarteppunar sé ekkert að fara að lagast, þá þurfum við að bæta við umferðarmannvirki, við þurfum að fara í miklu sterkara almenningssamgöngur heldur við erum nú þegar og fækka bílum í umferð. Við þurfum ekki hvert einasta heimili með 2, 3, 4 rafbíla í heimreiðinni hjá sér. Það er ekki framtíðarsýn Pírata og það er hluti af þessum orkuskipta áætlunum. Það er í raun bara að við svissum út öllum bensinsbílum fyrir Teslur
og það ekki framtíðarsýn sem við höfum sko. Þannig að þetta byggir líka á allar þessar orkuspár, það byggja á mati stjórnmálamanna sem sjá fyrir sér að samfélagi haldi bara algjörlega óbreytt áfram í stanslausum vexti og við tölum bara ekki fyrir því að það geri það. Við þurfum að fara í róttíkari breytingar heldur það til þess að takast á við loftslagsbreytingar. Ég held að, þú veist, það er hérna alveg rétt að við tölum fyrir því að vera með viðvarandi vöxt í samfélaginu og bara göngust mjög vel við því og bara stolt af því. En mér finnst bara ákveðin tvískinnungur í því að berjast fyrir því og tala fyrir því að lönd eigi að hætta að nota olíu og vilja síðan, þú veist, sjálf ekki einhvern veginn búa til meira af grænni orku. Það auðvitað eftirspurn eftir þessu vörum sem við búum til úr þessari orku. Ég meina það er verið að nota þetta ál. Við endurnýjum stærsta hlutan af áli sem að framleitt en það er eftirspurn eftir þessum álverum. En þú ert núna að tala sitthvað hlutin, Þórdís. Ég meina, þú ert að segja að við erum að gagnrýna fólk fyrir að nota olíu. Já, og ert þú að tala um að flytja út orkun okkar til þess að fólk getur nota það rafmagn á bílana sína frekar heldur en að nota olíu og við séum einhvern veginn að reyna að koma í veg fyrir það. Ég er að reyna að átta mig á því hvar tvískinnungurinn liggur hjá mér sko. Tvískinningur, stefna, þú veist, Pírata og áhersla þeirra á að til að mynda ríki sem að framleiða olíu eiga hægt að gera það og við að vera þáttakendur í ykkurum alls konar hópum sem að pressa á það og vera síðan, hvað á þá að koma í staðinn og ef við teljum að það græn orka að koma í staðinn, af hverju ætlum við þá ekki einhvern veginn að vera hluta því og þá nefnt flutningskerfið sem að sannarlega, og bæði við erum líka á því að það að vera algjörlega skýrt að það þurfa að vera forgangs ákvæði í lögunum til þess að tryggja að heimili fá sína raforku. Síðan talað flutningskerfið að það að vera sterkara til þess að geta flutt þó að því það er innlegsa, þú veist, tugir megavatta í kerfinu að því við getum ekki flutt á milli landshluta og við allavega það er fullt til spillis. Já, það er fullt til spillis og ég held að það, sko, ef við gætum raunverulega laga það, þá væri það mjög til bóta. Það gengur bara alltaf hægt vegna þess að það eru allar svona megin framkvæmdir í því eru kærðar aftur og aftur og aftur, hvort sem það er Suðurnesjalína sem búið að taka 20 ár eða Blöndulína sem komin aftast í röðin, átt að vera fremst í röðinni, Hólasandslína og Kröflulína og hvað það heitir allt sem við höfum verið að byggja upp. Orkumálastjóri vandaði ykkur ekki kveðunar? Nei, og Unnur Brá Konráðsdóttir, aðstofamaður orkumálaráðherra og fyrrverandi þingmaður Suðurkjördæmi svaraði því bara mjög skýrt. En þegar það kemur á flutningskerfinu þá maður heyrir þetta til dæmis varandi, þú veist, Vestfirði. Það er sagt, þú veist, þar verið að nota mikið af varaefla, bara með dísil varaaflstöðum og svona. Þá sagt, það auðvitað gengur ekki. En svo þarf að koma hugmyndur að virkja þar, að þá gengur það ekki. Og þá sagt að það er bara að flytja orkuna þangað. Og þá erum við að tala þú veist, flutningslínu sem einhverjar, sko, ótrúlega löng og ótrúlega dýr og fær náttúrulega ekki tekjur á móti, ólíkt því sem fær með virkjun. Og þá eru, þú veist, samtök eins og Landvernd á móti slíkum hugmyndum líka, sko. Þannig að mér finnst einhvern veginn ekki alveg fara saman hljóð og mynd í þessu. Auðvitað væri mjög gott ef við getum bara samanast það að vera með flutningskerfi til þess að hámarka nýtingu á þeirri raforku sem að þó hefur verið framleitt. Og svo þegar við erum að tala um alls konar lausnir sem er að koma í staðin fyrir það sem er í dag, að þá byggir margt á því á vörum sem að líka eru framleitar þar sem þú þarft raforku til að framleiða. Þannig að, þú veist, ég meina, við erum bara talsmenn þess að það eigi að vera til næg orka. Við erum ekki talsmenn þess að slökkva á þeim stóru fyrirtækjum sem eru í landinu, viljum bara viðhalda þeim og tryggja þau séu samkeppnishæf. Og ég held að það styttist í þann tíma þar sem það verður litið á það sem mikilvægan hlut að það séu einhver starfandi álver í þessari álfu í Evrópu og við bara viljum einfaldlega geta sótt fram og auki verðmætasköpun með frekari fyrirtækjum og nýjum lausnum sem að munu þurfa að nota græna orku. Já. Já, við ætlum að færa okkur í aðra sálma. Við getum alltaf að tala við þær í 30 klukkutíma. Við getum líka að tala hvernig sko, álver í Noregi er til dæmis bara miklu betri að nýta orkuna og þurfa ekki nærið að menga jafn mikið og þau gera hér, þannig að við erum bara orðin mjög úrelt. Við tökum það í framhaldsþættinum. Já, kemur eftir kosningar. Já, eftir kosningar. Tölum Þýska bankan hana og þetta. Já, Sparbankan, já, við gerum það líka. Sparkassi. Sko, það gleymist allt og oft að við eigum bara frábært heilbrigðiskerfi. Uppdurhópa er þetta bara mjög gott heilbrigðiskerfi. Og það er það mál sem að flestir kjósendur eru að pæli. Já, við vorum náttúrulega með Willum Þór í gær í setti heilbrigðisráðherra og hann fór vel yfir sviðið en það er ekki þar með sagt að það er auðvitað víða pottur brotin þar og þar má nefna, já, það eru langir biðlistar, við reistum við verið að kalla eftir aukinni sálfræði þjónustunnar kerfisins og erfitt að panta tíma álaga á bráðamóttökun og annar staðar, sko.
ef við byrjum á þér Þórhildur Sunna sko Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið að tala fyrir auknum einkarekstri er það laust sem að þið sjáið hag í? Við Píratar höfum talað fyrir því að vera með sterkt og öflugt opinbert heilbrigðiskerfi. Við setjum okkur ekki upp á móti þeim einkarekstri sem nú þegar í kerfinu en við teljum miklu meira forgangsmál að efla það heilbrigðiskerfi sem að við þó höfum núna, opinbera heilbrigðiskerfi okkar og þar setjum við sérstaka áherslu á mannauðinn í kerfinu að borga heilbrigðisstarfsfólki mannsæmandi laun og að forgangsraða líka forvörnum og bata miðaðari nálgun og við setjum líka sérstaka áherslu á geðheilbrigðiskerfi vegna þess að okkur hefur fundist vantar svona svolítið heildræna nálgun þegar kemur að heilbrigði þjóðarinnar og höfum verið að benda á að þetta talar allt saman. Geðheilbrigði það er undirstaða heilbrigði svo öfugt þannig að ef þú ert til dæmis í slæmu andlegu ásigkomulagi þá er líklegt að það fylgi líka eitthvað svona líkamlegir kvillar og öfugt og að það sé ótrúlega margt sem við getum gert til þess að auðvelda fólki að búa við góða heilsu, til dæmis með því að auka aðgengi að ekki bara sálfræðingum. Ég meina sálfræðingar eru eitt, við höfum talað fyrir því að niðurgreiða sálfræðiþjónustu. En fólk þarf ekki endilega að fara til sálfræðings einu sinni í viku til þess að takast á við áskoranir daglegs lífs. Það þarf kannski líka bara að geta að tala við næringafræðing einu sinni eða fara til ráðgjafa í eitthvað svona lágþröskuldaúrræði, eitthvað sem er auðveldara að ganga inn í heldur inn á sálfræðistofu eða eitthvað slíkt. Og að svona hlutir eins og bara almennt streitustig, afkomuótti, ótti hvort að þú eigir áfram þak yfir höfuðið, ótti hvort þú eigir mat í ísskápnum, útmánuðin. Þetta hefur allt saman áhrif á heilbrigði ef þú hefur alveg gríðarlega mikinn kvíða, bara réttilega út af því að þú nærð ekki endum saman, að þá hefur það áhrif á heilbrigði. Við erum að sjá að það er rosalega mikill munur á því, sko, eftir í hvaða efnahagsstöðu þú býrðu við, hvernig heilbrigðið þetta er, það er bara farið að sjást mjög vel, munurinn á því hvort þú sést vel efnaður eða ekki á því hversu heilbrigður þú ert. Þannig að við höfum talað fyrir velsældar hagkerfi sem að fókuserar einmitt ekki á þennan endalausa vöxt sem að sjálfstæðismönnum er svo andum og frekar á vellíðan og velsæld samfélagsins sem að fókusera á hversu mörgum til dæmis hversu mikið hefur að fjölga fólki sem hefur aðgang að öruggu húsnæði, hversu mikið hefur fólki fjölga sem hefur aðgengi að bestu mögulegu geðheilbrigðisþjónustu eða stuðningsúrræðum eða velferðarþjónustu eða hvað sem það nú er og við mælum velgengni samfélagsins frekar út frá því og þetta sé allt til þess að hjálpa heilbrigðiskerfinu og við höfum talað fyrir því að þessi endalausa áhersla á kostnað í heilbrigðiskerfinu sé skökkmynd vegna þess að ef við fjárfestum almennilega í því og fólkinu sem er í því að það fáum við það margvað tilbaka. Við fáum það tilbaka með heilbrigðari þjóð, við fáum það tilbaka með færri erfiðari vandamálum seinna meira því að fólk kemst fyrr í þjónustu og fær fyrr úrræði og fær þar alveg síður erfiðari og flóknari symptóma síðan mér. Þannig að þetta helst allt saman, sko. Við erum ekki með neinar skyndilausnir í þessum efnum, heldur sjáum við þetta mjög heildrænt og viljum fókusa á að draga úr streitu, auka vellíðan, auka aðgengi að lágþröskuldarúrræðum en líka styrkja stöðu sérstaklega kvennastéttana í heilbrigðiskerfinu þannig að þær fáist frekar til starfa og haldist lengur í starfi. Já, Þórdís? Já, ég meina við höfum talað fyrir einkarekstri í heilbrigðiskerfinu en ekki bara talað fyrir einkarekstri einhvern veginn einkarekstursins vegna heldur miklu frekar að það er algjörlega ljóst að það mun þurfa töluvert meira þjónustu framboð bara í landinu, í kerfinu almennt, bæði út frá bara fyrst og fremst út frá bara líffræðilegri þróun þar sem að þú veist fólk eldra en 80 ára mun fjölga 25% bara á næstu árum og þegar að fólk segir já þetta er bara eitthvað sem að kerfið á að leysa og engin annar að þá segi ég þú veist það er bara ótrúverðugt það er bara ekki raunhæft að það verði þannig og ég held að sko þú veist þekkingin er dreifð víða í samfélaginu og það er fullt af fólki þarna úti sem er með alls konar lausnir, hvort það eru nýskapandi lausnir, tækni vilja, þú veist, reka sitt eigið fæðingarheimili og ef það eru fólk sem að, þú veist, konur sem að vilja fara þangað og fæða barnið sitt að þá bara ger ég ekki athugasemd við það. Það bara skilgreina auðvitað skýrt hvað það er sem að er skilgreind sem þannig sjúkrahúsþjónusta eða heilbrigðisþjónusta að fólk geti gengið að henni vísu og þá ekki skipta máli hver veitir þá þjónustu svo lengi sem að ríki borga fyrir hana. Auðvitað þarf að stilla svona kerfi af þannig að þú sért ekki með einhverja
einhverja óeðlilega hvata eða einhverja krana það sem að bara, þú veist, fjárútlát aukast einhvern veginn, það þarf að vera skilgreint. En það er útfærslatrið sem að við ráðum að sjálfsögðu vel við. Við erum með, það liggur fyrir að heilbrigðiskerfið mun kosta okkur meira og meira á næstu árum. Og ég hef í rauninni meiri áhyggjur, ég hef í rauninni minni áhyggjur af því hvernig við ætlum að borga fyrir það og ég hef eiginlega meiri áhyggjur af því hvernig við ætlum að manna það. Vegna þess að það er vandamál, þú veist, allstaðar og mér finnst mikilvægt þótt við eigum að tala þá hluta heilbrigðiskerfisins sem að þarf að bæta úr að við nefnum jafnoft hversu öflugt kerfi við eigum. Þú veist, við erum auðvitað með framúrskarandi heilbrigðiskerfi á mjög mörgum sviðum á Íslandi sem stútfullt af fólki sem að, þú veist, með svona mætir í vinnuna með þennan svona tilgang að gera samfélaginu, þú veist, gagn. Við erum hins vegar með of brotakent kerfi og þú veist, við erum alltaf að tala um bráðamóttökuna og ég held að, þú veist, það hefur verið úttækt þar hvað betur megi fara og allt þetta en bráðamóttökan er í rauninni afleiðing. Þú veist, það er ekki orsök, það er afleiðing. Við erum með yfir 100 manns á spítalanum sem í dýrasta úrræði sem eiga að vera annars staðar, sem eiga að vera til að mynda hjúkrunarheimilum. Og það þarf að byggja þau hraðar upp og þetta nýja fyrirkomulag sem við erum með núna, sem við erum þegar farin að gera samninga á grundvelli, mun flýta fyrir þeirri uppbyggingu þar sem að við í rauninni bara, þú veist, byggjum fólk í feltinu að byggja húsið og svo tryggjum við að þjónustan sé veitt. Við þurfum líka að, ég held bara þurfum að fara í aðgerðir til þess að auka hlut þeirra sem fara út til að mynda í nám í lækningum til þess að koma, þú veist, aftur tilbaka og við erum með, þú veist, sérstakt kerfi til að mynda svona skattalegar ívilnanir fyrir erlenda sérfræðingar sem koma tímabundi til Íslands. Ég veit ekki hvort að það er lausnin að líta svo á að þó sett Íslendingur eða þú ert í ykkur sérfræði námi erlendis í mörg ára það sé lítið á þig sem erlenda sérfræðingur þú kemur tilbaka eða hvort það er bara búið til eitthvað annað fyrirkomulag þar sem að það sé ykkur svona skattalegi hvatar til þess að snúa aftur heim. Sérfræði laun eða eitthvað þannig þá eða? Já, eða bara ykkur skattalega hvata sem við erum alveg með til að mynda fyrir erlenda sérfræðinga til þess að hvetja til þess að þau sem að fara út í nám komi fyrir heim eða aftur heim. Ég held líka að það þurfi, þó það sé ekki stóra máli í tölum að því flesti búa á höfuðborgarsvæðinu, þá er það samt viðvarandi vandi, ekki bara í einu kjördæmi, heldur bara í landsbyggðar kjördæmunum öllum, að halda úti læknum í fastri stöðu. Og þar eru, ég meina Norðmenn og örugglega fleiri, eru með það þannig að þú ert líka með skattalega hvata til þess að skuldbindaði til þess að vera í ákveðin tíma í stöðu út á landi. Af því það eru auðvitað óþolandi fyrir þann hóp sem að notar heilbrigðisþjónustuna mest, að vera alltaf að hitta nýja mannesku sem ekki þekki þig og allt þetta, þú veist, þannig að þetta er ykkur aðgerð sem ég held alveg að pólitískt sé hægt að sameinast en síðan er algjörlega sammála Þórhildur Sunnu mikilvægi þess að við horfum í miklu meira mæli á bara lýðheilsu almennt, þú veist, ég meina hún kemur að því bara með öðrum orðum, en ég meina hvað snýst þetta snýst það að við erum með heilbrigðiskerfi sem að í allt of miklu mæli og það bara hefur byggt hann upp og hluta til örugglega sögulega þar sem að við horfum á svona, við bregðumst við þegar afleiðingarnar, þú veist, liggja fyrir og það er oft miklu dýrara. Við munum þurfa, þú veist, hvort það eru lífstiltengdir sjúkdómar eða bara hvernig við förum með okkur, þú veist, að hver og einn einhvern veginn hafi tök á og þekkingu og vilja til þess að hugsa sem best sig og að við séum okkur og þessi geðheilbrigðismál eru, þú veist, það eru þetta alvöru vandamál orðið hversu mörgum bara líður ekki nógu vel og það á sérstaklega við börn sem er þá líka bara sjálfsagt vandamál ef að það ekki lagast, þú veist, hver er virkni slíkra einstaklinga í samfélaginu og allt þetta og allt svona ég veit ekki, þú veist, þetta er aðeins út fyrir efni en við tölum mikið svona einmanaleika og mér finnst við, þú veist, oft tala það eldri borgarar séu einmana en samkvæmt, þú veist, tölum þá er mikill meiri hluti eldri borgara ekki einmana en þó hluti og þá er það svona alla jafna svona félagslegur einmanaleiki. Svo ertu með, þú veist, unga kallmenn sem eru bara í ómiklu mæli svona tilvistarlega einmana sem er líka alveg áhættu þáttur, þú veist. Þannig að ég held að
mér finnst þetta eiga að vera hluti af svona okkar samfélagsgerð og hvað þýðir að vera hluti af samfélagi þar sem að við einhvern veginn saman reynum að stuðla þessu, þú veist, og þar koma líka sveitafélög inn í til að mynda með, þú veist, ég var bara í pottunum í Kópavogi í morgun, þar mæta 3 í viku yfir 100 manns í ykkur svona vassleikfimi, þú veist, það er auðvitað frítt fyrir eldri borgara í Sund og svo kemur Kópavogsbær og borgar manneskjunni sem að sér vassleikumina og þarna bara 3 í viku koma yfir 100 manns sem að byrjaði að hittast og mikið félagslíf og svo faraði í sína leikfimi og svo faraði að drekka kaffi og gera upp daginn og eitthvað, þú veist, þetta marg borga sig augljóslega. Þannig að ég held að, þú veist, allt þetta samanlagt kallar á það að hvar sem þú berð ábyrgð í samfélaginu, hvort sem það er sveitastjórnarstig eða landsmáli eða hvað, að við nálgast þetta með þessum hætti. En það er alveg rétt að það eru þetta langflestir sem að telja heilbrigðismáli mikilvægast og það er eðlilegt. Ég meina, þú bara frá vöggu til grafar, þá ertu náttúrulega með snertingu við heilbrigðiskerfið, annarkvort þú sjálfur eða þið nánasti aðstandandi, þannig að eðlilega er það helsta áherslumálið og ég bara segi, minna, það liggur fyrir að þetta mun kosta meira en við þurfum að bæði auka svona skilvirkni og þegar maður talar um auka skilvirkni að þá oft fær maður að heyra, þú veist, ertu að segja hlaupa hraðar. Það er auðvitað ekki það sem ég er að segja, sko. Við erum bara að segja hvað getum við gert til þess að fækka sporum og létta þau og til að mynda fer alltaf mikil tími í skriffinsku hjá mörgum sem að starfa í heilbrigðiskerfinu, stór hluta þeirra vöktum sem að á ekki að þurfa, þú veist. Ég er alveg sammála þar og það er hægt að fara í stafræna umbreytingu í heilbrigðiskerfinu alveg eins og hjá hennu opinbera sem það ætti að vera best í heimi í þessu, sko. Já, sóum þar. Miklu meiri, já, en ég verð að segja að mér finnst það alls ekki utan efnis að minnast á einmanaleikan eins og Þórdís gerir hér út af því að það er náttúrulega eitt stór þáttur af kvíða og vanlíðan og þunglyndi, það er langvarandi einmanaleiki og það er ýmislegt hægt að gera til þess að vinna gegn því að fólk upplifir svona mikinn einmanaleika og skort á tengslum. Til dæmis höfum við talað fyrir því að byggja upp kjarnasamfélag þar sem að sko, við vitum það að þeim mun fara mjög fjölgandi, við erum ekkert komið inn á húsnæðismálin en þeim mun fara mjög fjölgandi sem að búa ein. Húsnæðis- og mannvirkjastofnun er búin að benda á það núna í lengri tíma að við þurfum að gera ráð fyrir því bæði er yngra fólk seinna að koma sér í fjölskyldu og svo er líka eldra fólk bara mikið til, lifir lengur og eru einstæðingar og þarna höfum við talað fyrir lausnum eins og alltaf kjarnasamfélögum þar sem að fólk er með sitt eigi rými en er svo með mörg sameiginleg rými og getur jafnvel verið margar kynslóðir ekkert endilega skildar sem að eru í þessum kjarnasamfélögum og hafa aðgang að úrvals, þú veist, sameiginlegum rýmum en eru líka með næði út af fyrir sig og þetta er til dæmis eitthvað sem að vera hægt að nota til að vinna gegn einmanaleika en líka sko létta fólki alls konar líf, það er hægt að vera með vaktablöðn til dæmis og hvernig þú ert að kvöldmata og svo framvegis sko, það er ýmislegt sem er hægt að spara á því að vera saman þótt á sérst ekki endilega í þessari 4 manna fjölskyldu sko og að því við vorum að tala um einkarekstur í heilbrigðiskerfinu, það finnst mér samt mikilvægt að koma því að sko þú veist, alltilega að horfa til einhverja einkareikina lausna en mér finnst alveg ástæða til þess að benda á að einkareikin kerfi eru alla jafna dýrari og þau eru ekki betri og ef við erum að horfa til dæmis til Póllands, þar er 2-falt kerfi þar ertu með opinbert kerfi og svo ertu með einkareiki kerfi og svona eins og ég sem á pólskan mann og mæti þarna í fjölskyldufrí reglulega til þess að heita fjölskylduna, ég get gengið reglulegis inn á einkareknastofu og ég fæ tíma bara morgun og ég fæ úrvalsþjónustu. Og borgaru jafn mikið? Ég borga ekkert mikið. Fyrir mig, mér finnst þetta ekki mikið sem ég er að borga. Og nei, maður borgar ekki mikið, maður borgar meira fyrir einkareknu þjónustuna. En mér er það ekki engavætt? Ég meina það er einkareiki kerfi og svo er opinbert kerfi. Þannig að hversu mikið en það fólk er búið aðeins að deila um þetta, engavæðing og einkarekstur ekki að saman. Rétt að fá að klára sko þennan punkt það sem að fólk óttast þegar það talað um einkarekstur í heilbrigðiskerfinu er að við séum á leiðin inn í svona 2-falt kerfi þar sem að ríkara fólki það getur borgað sig inn í hágæða þjónustu á meðan að tengdafjölskylda mín sem að hefur ekki mikið á milli handana það er hægt að leita sér læknishjálpa vegna þess að það tekur 1 til 2 til 3 ár að komast að því lækni og það bara trúir ekki á að það fái eina þjónustu og fer bara ekki til læknis og er jafnvel að greinast á með bara mjög alvarlega sjúkdóma af því að það bara fekk ekki læknistjónustu og þetta er það sem að fólk óttast við að fara í einkareiki heilbrigðiskerfi, þetta er eitthvað sem að Svíar hafa líka verið að vara okkur við að geti verið raunin ef að við höldum áfram í svona einkarekstursleiðina en aðalmálið þegar kemur að heilbrigðiskerfinu er að við þurfum að standa miklu betur við baki á heilbrigðisstarfsfólkinu okkar. Það er alveg rétt að vera með heilbrigðisstarfsfólki fremstu röð og við höfum náttúrulega haft okkar reynslu af þessu kerfi og ég hef aldrei upplifað annað en ótrúlega góða og frábæra þjónustu hjá frábæri fagfólki. En sko fínt að vera með skattalega hvata til að koma tilbaka, en ég finnst líka alltaf mjög mikilvægt að við
breytum námslánunum í námsstyrki bara yfir höfuð og að við séum tilbúin að virða þessi störfa verðleikum. Mér finnst við ekki vera með virðismat í samfélaginu sem að í raun viðurkennir að þetta eru störfi sem verða eftir þegar það er búið að sjálfvirkni væða nokkurn veginn allt út af borðinu að þá munum við ekki geta replaceað fólk sem að vinna með öðru fólki, hvort sem það í heilbrigðiskerfinu, í skólanum með börnunum okkar eða í leikskólanum með börnunum okkar. Fólk sem sinni fólki, það ekki hægt að sjálfvirkni væða það frá og við þurfum að fara að meta það að verðleikum og borga fyrir það í samræmi við virði þeirra starfa fyrir samfélagi. Og það rétt að við erum að eldast á metra, við verðum miklu fleiri eldri borgarar heldur en yngra fólk eftir ekkert svo langan tíma og þá ótrúlega mikilvægt að það sé einhvers konar bara hvati og vilji til þess að vera í því að hlúa að fólki og að við höldum ekki áfram þar sem við erum, þar sem við sjáum kerfisbundi vanmat á störfum hjúkrunarfræðingar hætta í starfi á innan við 5 árum. Það ótrúlega margir hjúkrunarfræðingar út í feltinu sem ekki að vinna í heilbrigðiskerfinu út af því að störf þeirra ekki metin að verðleikum og ef við værum tilbúin að viðurkenna hversu mikils virði þau væri þá held ég að væri auðveldur að fá þær aftur til starfa til okkar. Já, klart. Við eigum Þórdís, viltu bæta eitthvað stutt við það? Nei, allt góð, ég bara horfa á klukku. Já, við eigum, mér langar aðeins að narta kroppa aðeins í efnahagsmálin, svo eigum við kosningapróf eftir og nokkrar örfáar riddarspurningar. Þetta að síga á seinni þetta. Já, þeir eru alveg að komast heim. Það alveg svolítið, en eitt í þessu öllu saman, varandi efnahagsmálin, við byrjum að þér Þórhildur, að skuldir ríkissjóðs hafa snaraukist frá 2019 og ríkisstjórnin réttilega verið duglega að benda á það að það var dunið yfir okkur ýmis áföll, það má nefna aurskriður og það má nefna eitt faraldur og ýmist annað sem að tekið til. Hefði verið hægt að gera þetta öðruvísi og jafnvel betur og hvernig ætlið þið að sigra verðbólguna, vinna á henni og vextina? Já. Sem í 5% í dag, sem nú talsvert minna en við höfum verið að og kannski fá skjóta inn í líka til að bæta við þessa góðu spurningu að Leif, hvar voru stjórnarandstaðan þegar voru þið ekki alltaf að plata ríkisstjórninni að dæla enn meira fjármagni í þessar aðgerðir? Nei, ég held að við höfum nú verið á öndverðum meiði í hvað fjárhæðirnar ætti að fara. Já, okay. Við vorum ekki alltaf sammála til dæmis styrkjum til þess að segja fólki upp, við vorum mjög ósammála því að veita styrkjum fyrirtæki til þess að segja upp starfsfólkinu sínu, við tókum ekki undir það og höfum alveg bent á ýmsu skattaafslætti sem okkur finnst ekki nýtast en skildi til dæmis þegar kemur að bílaleigunum og að halda áfram í allir vinna þegar það var komið á blússandi ferð allt saman, það var svona verið hinn og þessi verkfærin sem við höfum alls ekki verið sammála Já. Kannski einna helst það sem að gerist þegar að ríkisstjórnir fer í að bæði hvetja til rosalega mikillar eftirspurnar en á húsnæðismarkaði en ekki vinna í samhliða rosalega mikil uppbyggingu. Þú voru því í Reykjavík og borg líka? Já, við vorum það svo sannlega og þar mjög mikið að lóðum í boði fyrir uppbyggingu og þar hefur mikið verið byggt en það hefur ekki gengið sem skildi að koma þeim upp og það hluta til út af vaxtaumhverfinu sem að ég held að sé alveg stór sökudólgur þarna. Ég meina, ég held að sé Já. Og þetta ekki Reykjavík borg búin að byggja Er þetta ekki eftir áskýring samt? Hvað nákvæmlega er? Dagabía var hérna hjá okkur í vikunni og stóð sig eins og hetja, King Dagabía eins og við kallum hann. Hann talaði nákvæmlega saman punkt og þetta alveg fair punktur. Ég velti bara fyrir mig, spurðum Áslaugu þetta gerleika, hún talaði að segja eftir áskýring, þetta ósammála því. Hvað er eftir áskýring? Að segja bara, já, það hefur bara ekki verið nægilega mikil uppbygging í Reykjavík út af vöxtum og verðbólgu. Já, ok. Ég meina, fæn að það er eftir áskýring. Ég held að það sé rétt skýring. Ég bara átta mig ekki á því hvernig það er eftir áskýring. Það búið að vera mjög háir vextir frá 21. Þeir búin að fara vaxandi. Það búið að vera mikil verðbólga frá 21. Þannig að ég held að það sé alveg rétt með ábending að framkvæmdaraðilar hafa verið að halda sér höndum út af erfiðu vaxtaumhverfi. Það samt búið að byggja alveg slatta. Það bara ekki búið að byggja nóg. Það líka búið að vera mjög mikil fólksfjölgun og ef við erum að tala með efnahagsstjórnina og hvernig við viljum ná tökum að því, þá Seðlabankinn alltaf búin að vera einhvern veginn að kæla niður hagkerfi eins mikið og mögulega getur eftir að það var blásið mjög miklu lífi í það í gegnum COVID með handvirkum aðgerðum ríkisstjórnarinnar og hann búin að gera það með því að hækka
vexti og þannig að hann þá meina ég Seðlabankann sko, að þá en þeir vexti slá til dæmis ekki á aðalþensluna sem að hefur verið til dæmis velta erlendra ferðamanna og þessi vexti býta ekkit á erlenda ferðamenn og þeir halda áfram að eyða og dæla peningum inn í hagkerfi sem á að kæla með vöxtum á húsnæðislánun okkar. Ég meina þetta ekki alveg að gera sig sko. Þú talar að það væri raunverulegi útlendingamandinn í Íslandi? Já, þetta var líka svolítið svona statement út af því að ég svolítið þreytt á að tala hvað við getum tekið á móti mörgum flóttamönnum og að sko þeirri mýtu og þeim sko hræðslu áróðri að flóttafólk sé hérna að ganga af okkar innviðum dauðum, það bara ekki rétt. Og ég var bara að benda á, ég var að setja þetta til samanburðar að ef það eitthvað útlendingavandamála þá það ferðaþjónustan sem að sko halda hita á hagkerfi sem verið að reyna að kæla og við erum ekki að reyna að slá eitthvað á þá þenslu og í staðinn að þá erum við að reyna að skattleggja heimilin með gríðarlega háum vöxtum og þetta var það sem ég var að benda á með þeim ummæli mínum. Já, Þórdís? Já, ég meina, sko, ég held að sé allt í lagi að halda það til haga að ef þú horfir á bara fjölgun íbúða almennt innan OECD, þá held ég að við séum bara rétt undir meðaltali þar. Þú veist, við erum ekki búin að vera að byggja eitthvað miklu minna heldur en bara OECD-lönd almennt, allavega ekki með fjölga svo miklu meira. Já, það er málið. Þú veist, okkur hefur náttúrulega fjölgað mest af öllum OECD-löndum. Út af túrisma. Þannig að við erum búin að byggja talsvert en bara ekki nóg. En hins vegar, sko, líka alveg mikilvægt að halda það til haga. Þú veist, ef Reykjavíkurborg væri búin að byggja hlutfallslega jafn mikið og allavega, ef þú tekur Kópavog, Garðabæ, Hafnarfjörð, Nesið, búið byggja minna, og Mosó eitthvað starf á milli, ef ég mann rétt, að þá væru 6.000 fleiri íbúðir, þú veist, í Reykjavík. Já. Þannig að við erum ekki búin að byggja nóg og ég ætla ekki að segja að vextir hafi engin áhrif á framvindu verkefna, en við þurfum bara einfaldlega að byggja meira. Við höfum talað fyrir því að það eigi einfallega að setja sko, skyldu á sveitarfélögin. Þú veist ekki til stígunum skipulagsvald hjá þeim, en það eigi að setja skyldu á sveitarfélögin að skipuleggja lóðir í einhverju hlutfalli við fólksfjölgun. Bara þannig að það sé þá tryggt að það séu nægar lóðir til staðar. En ég menn það eru 57.000 byggingar það byggingar hafa lóðir fyrir 57.000 íbúðir í Reykjavík, þannig að það alveg í takt við fólksfjölgun, sko. Þú veist, ég meina það eitthvað sem áalveg að duga. Þetta líka spurning uppbyggingamagn. Já, en þetta náttúrulega líka spurning þú veist, hvað verið að byggja á þéttingastefnu og hvers konar íbúðir og allt þetta sem að allavega hefur ekki gengið eins vel hjá Reykjavíkurborg og annars staðar, en ég held að það þurfi, tölurnar segja allavega að ef að Reykjavíkurborg væri búið að gera eins og hinn, þá væri það 6.000 fleiri íbúðir. Ég held hins vegar það þurfi líka að einfalda bara umhverfi við byggingar. Við fórum í vinnum OECD fyrir 5 árum síðan þar sem við fengum nokkur 100 tillögur það hvernig við getum einfaldað umhverfið í því. Og eitthvað hefur verið gert, en þú veist það þarf skýrari áherslu á að gera það. Við getum lækka kostnað með því og bara flýtt tíminn kostar líka. Við erum ennþá með alls konar pappírsvinnu sem á bara að vera á stafrænu formi, við erum með byggingafulltrúa sem ekki samræmt á milli sveitafélaga og þú veist alls konar hlutir, eins og ég segi, nokkur 100 tillögur í því. Þannig að það þarf að byggja meira, það þarf að líka vera með, eins og ég meina við höfum verið með þetta sérregna sparnaðarúrræði sem hefur hjálpað fólki bæði að komast inn á húsnæðismarkað og geta greitt inn á lánin. En auðvitað þú veist, ég meina, veggurinn inn á húsnæðismarkað hærri núna heldur en hann var. Það fólk sem vill mjög gjarnan komast inn á húsnæðismarkað sem ekki að komast á hann. Og með lægri vöxtum að þá auðvitað innfaldaru það verkefni og langflestir á Íslandi vilja búa í eigin húsnæði og ég heldur að það sé bara fjárhagslega mjög mikilvægt fyrir fólk sérstaklega að kemur á efri ár. Við sjáum alveg að sá hópur sem verst settur, það alla jafna fólk sem á ekki eigin fasteign, heldur hefur verið á leigumarkað alltaf tíð. Þannig að við þurfum að það þarf að byggja meira og það þarf að lækka einfalda regluverki í kringu það og svo mun vonandi meira gerast þegar að vextir fara að lækka. Já, mér þetta mjög áhugavert að sjá þessar tölur, en ég Þú vilt fá heimild? Já, ég vil fá heimild, alveg svo ég væri til að fá þessa heimild frá samtökum iðnaðarins sem að ég held að sé bara bulla í fólki og ég þarf að elta upp þetta viral video, sko, út af því að
við rífumst alveg svolítið við þau eftir þetta en ákveðum að láta það eiga sig af því að þetta var bara svo asnalegt hvort þið En ferðaþjónustuna, ég meina, ferðaþjónustuna, hún setur náttúrulega rosalega mikið álag á húsnæðismarkaðin okkar og þar á meðal þessi skammtímaúrræði en sko, nú ég alveg búin að týna þræðan með því sem Nei, ég ætlaði bara að taka upp hans, ég ætlaði bara að segja, ég meina ferðaþjónustan hefur þetta bara breytt íslensku samfélagi og skapar okkur gríðarlega miklar gjaldeyristekjur og ég held að væri ekki skynsamlegt að fara einhvern veginn markvisst að keyra hana, þú veist að kæla hana eða keyra hana niður, ég meina þetta bara ótrúlega mikilvæg atvinnugrein, hún sannarlega mannaflsfrek og fólk sem að hinga flytur eru þetta að vinna, þú veist, í alls konar störfum sem að, líka byggingageran fyrir og ýmsöðru. Já, en ég er nú bara til dæmis að taka undir með ferðaþjónustunni sem að hefur talað fyrir því að sækja verðmætari ferðamenn en að hætta fókusnum á að grundvelli stefnuna sem ég setja og að hætta fókus á að vera með eitthvað massa túrisma við getum alveg farið í að vera með sjálfbæra ferðaþjónustu stefnu sem yfirheiti stefnunar það? Okay, við þurfum kannski bara að gera Þið eru sammála margt. Já, við erum alveg sammála margt við tölum eitthvað annað en akkurat innviðina sem að eru þetta aðalfókusin í þessum kostningum að þá erum við líka sammála frelsi einstaklingsins en okkur hefur í píritum oft fundist einhvern veginn vanta upp á framkvæmdir þar hjá sjálfstæðisflokknum eins og til dæmis þegar kemur að því að ráða því hvað maður lætur ofan í sig og annað því líkt, þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekki alveg staðið með því sko. Ég vil til dæmis að tala áklappavæðingu og vímuefnum og erum að tala að fara jafnvel í regluvæðingu og því þar hefur sjálfstæðisflokkurinn ekki verið til. Kristofór tókum fyrstu skrefin bara sem ráðherra í bara samtímanum að taka skrefið því. Fyrir, það er að verða 10 ár síðan og það var eftir að við gerum þingsályktun sem að sáðanum að gera það. Við erum verið með þetta í ályktunum og já, þeir eru búin að vera með þetta í ályktunum í mörg ár og þeir eru búin að halda dómsmálaráðuneytinu og einmitt líka heilbrigðisráðuneytinu frá því að það gerðist og hafa bara ekki sýnt þennan vilji ykkar í verki. Við getum allavega verið sammála um það að horfa á fólk sem að neytir fíkniefna og eiturlyfja sem sjúklinga en ekki glæpamenn. Ég er ekkert til á því að þetta sé allt saman sjúklingar. Það er bara á að hætta að refsa fólki. Já, svo er það. Svo getur einmitt. Það er ekki allir einhverju balaði sjúklingar, sko. Ég meina, það er hægt að neyta áfengis á þess að vera áfengissjúklingur, sko. Já, en þú veist, svo erum við að tala frelsi einstaklingsins og svo frelsi kvennall yfirráði eigin líkama og það er svona svolítið splitt í sjálfstæðisflokknum hversu mikið treysta konum til þess að hafa yfirráði yfir sinni eigin líkama. Og það er svona ýmislegt sem okkur hefur fundist vanta upp á að svona raunverulega standa með þessu. Ég meina, ég held að við gætum alveg ef að sjálfstæðisflokkurinn fer í ræturnar og finnur þetta frelsiselement í sér alveg náða að fara í róttæka breytingar gagnvart þessu. Klart. Þetta eru góður umræður. Já, það er komið að kosningaprófinu. Það er náttúrulega stundum ekki við lofar frekar fyrir daginn. Nei, 1,5 tími, það er löngu flóður. Það kom aldrei aftur en okkur þykir vant um ykkur. Komið að kostningaprófi KAT kemur ljós hvaða flokkið til er eða ættu til er það? Já, niðurstöðuna komið eftir prófið, ekki? Jú, þetta kemur allt bara eins og sko reglunar er einfaldar, það er annarkvort Þetta er TikTok-klipa, sko. Já, þetta er sem sagt þessi fyrir TikTok, þannig að þið getið annarkvort ekki þumal upp í loft, þá voru þið fylgjandi niður, þá voru þið mótfallin og síðan megið þið alveg setja passputtan til hliðar ef þið viljið taka afstöðu síðar meir. En þið þurfum líka fyrir þá hlustendur sem er að hlusta að svara játandi eða neitandi eða pass. Okay. En þá skulum við hefjast handa. Öðrum en ríkinu ætti að vera heimilt að reka áfengisverslun á Íslandi. Sjálfsögð? Já. Efna á til þjóðaratkvæðagreiðslu hvort hefja eigi aðildarviðræður við ESB. Já. Nei. Afnema ætti tekjutengingu á örorku og ellilífeyri. Já. Það þarf að vera í samhengi við aðra hluti en bara það, þannig að ég gerir svona. Skipta eitt út íslensku krónunni fyrir annan erlendan gjaldmiðil. Það er ekki gert um að gangi í ESB, þannig að... Já, mér finnst það alveg góð hugmynd, sko. Já. Ríkið ætti að niðurgreiða sálfræðiþjónustu. Já, sem við gerum. Já, ekki svolítið vel. Hækka þarf örorkulífeyri svo hann samsvari lægstu launum hverju sinni. Já. Ég vil líka bara borgaralaun. Já, gömlu góð borgaralaun, það var að gleyma það. Það er ekkert gömul. Þetta er framtíð. Afglæpavæða ætti neyslu skammtafíkniefna á kjörtímabilinu. Já. Leyfa ætti aukin einkarekstur í heilbrigðiskerfinu. Já.
hlutlaus, Þórður. Setja eftir lögum leiguþak á húsnæðismarkaði. Virkar ekki. Ég myndi segja leigu bremsu og það er ekki samhlutur sko, og bara út af neðar ástandir. Okay. Gangi tímabundi. Afnema eftir verðtryggingu húsnæðislána. Já, það var fasaði út, þannig að ég get verið hérna. Já, segir Þórður. Já, þú veist, þú getur ekki bannað ef að fólk þarf að halda til þess að geta komist inn á húsnæðismarkaðinn, en það væri betri staða að vera ekki með verðtryggingu. Þetta er rosa mikið sjálfskapaviti eða svona vítarhingur sem við þurfum að koma okkur út úr. Já, mjög gott. Stóðu hversu hetjur? Já, mér sýnist Þórdís hafa fengið Sjálfstæðisflokkinn og Þórður svona hafa fengið Pírata. Já. En það kom með nokkrum snöggum riddarspurningum og Þetta eru bara já eða nei. Já, það eru þetta nokkra skemmtilega Ég ætla að byrja þessari. Þórður, þessi til þín. Munu Píratar halda áfram að sveigja reglur klæðaburð á Alþingi eða ná kjöri? Pottþétt. Ánægður með þetta. Þórdís, þessi er einföld. Ætlar Sjálfstæðisflokkurinn að lækka skatta og minnka báknið? Já. Takk. Þórður, hvað hefur flogið margar ferðir á Sagaklassi á Æslandir og hvað hefur safnað mörgum flugpuntum? Ég hefur safnað mjög mörgum flugpunktum sko. Á vegum hins opinbera. Ég veit ekki hvað ég hef flogið margar flugferðir. Nei. Mjög margar sko. Og suma hverjar á Sagaklass af því að ég flýg mjög mikið og þá ger ég það. En það hefur ekki verið á kostnað skattgreiðenda. Nei, ok. Nei. Þórdís Kolbrún hefur gert það á kostnað skattgreiðenda af því að ráðherrar fá að fljúga Sagaklass en ekki þingmenn. Nei, já. Bara svona. Puntakerfið. Þetta er áhugavert. Þórður, þú með aðra hérna, hún er frá landsliðsmanni fótboltanum Jóni Degi. Hversu mikið gaf það þér þegar að Paul Scholes var upp á sitt besta? Þegar að hver? Já, Paul Scholes, sem sagt Manchester United. Ég held að hann sé nú að fíblast sko. Já, ég veit það. Það er ekki bara mjög gaman að því. Örugglega. Já. Nei, ég gerði nú ráð fyrir því að hann vissi að hún væri United koni, já, ok, menn þessi rittarar, maður veit aldrei. Já, ég var gabbaður hann. Já, ég setti þetta beint í handrið. Já, herriði, sko, ég bara hef ekki kjark í mér til að lesa fleiri. Jú, taktu frá pappa minn. Já, jú, hún er góð hérna. Það er eini viðbútt. Þessi til eitthvað beggja. Hvað vilja flokkarnir gera í menntamálum? Og hann er ekki búinn, hann segir verðum við ekki að hætta að aumingja við skólakerfið, setja aftur samrænt próf og hætta að ala upp aumingja. Ég veit ekki hvað hann ætlaði að skrifa, þetta var greinilega Af hverju segir hann ekki bara svona Við þurfum að taka upp samræmt próf. Við erum með bara margar góðar tillögur í menntamálum og ég held að sé nú alveg ljóst að það þarf breytinga er þörf í menntakerfinu. Ég myndi nú ekki segja að við værum að alveg einhverja aumingja í menntakerfinu, alls ekki. Og það er auðvitað, þú veist, það umhverju sem er bara mikilvægast fyrir, þú veist, alla framtíð að börn komi bæði þannig líði sem best og komi læs út úr skólakerfinu. En ég held alveg að það þurfi sko svona meiri metna og þá kannski ekki síst bara sko heima fyrir líka, þú veist, þetta er líka, það er ekki hægt að hlaða á kennara, þú veist, öll verkefni sem að fylgja því að ala upp barn og eiga barn, sko. Já, Þórður? Já, þetta er svo svolítið spurning úr fortíðinni, þar sem einmitt krakkar sem voru með lesblöndu voru kallaðir aumingjar og fólk sem stóð sig ekki nógu vel í skólanum voru kallaðir aumingjar og síðan þá hefum við þetta lært margt og samfélagi við þróast á flegiferð áfram og núna er það þannig að við þurfum alveg að fara í miklar umbreytingar á skólakerfinu okkar út af sjálfvirknivæðingunni, út af gervigreindinni, það er hægt að innleiða hana til þess að stórbæta kennslu umhverfi á Íslandi, það þarf að stórefla upplýsingalæsi, gagnrýna hugsun og skapandi hugsun í skólakerfunum okkar af því að sko vinnu umhverfið, atvinnulífið sem að krakkar dagsins í dag sem að ég myndi bara alls ekki vilja kalla aumingja heldur ótrúlega flott og frambærilegt fólk. Það er allt öðruvísi heldur en sko atvinnuumhverfið sem að ég steig inn í og hvað þá foreldrar mínir og það felur í sér að við þurfum að setja miklu meiri áherslu til dæmis á forritun, þetta snýst ekki bara hvernig þú kunnir að lesa eða skrifa, þetta snýst hvort þú sést læsa á þær upplýsingar sem eru borðnar á borð fyrir fram að hvort þú getur skapað eitthvað út frá gervigreindinni í gegnum þetta sjálfvirknivæðinga tímabil sem við erum að leiðina inn í
að þú hafir sko sjálfstraust og sjálfsöryggi til þess að takast á við framtíðina, að þú getur myndað tengsl, að þú sést einhvern veginn undir það búin þar sem þú ert á leiðinu úti og ég held að við þurfum nýja hugsun í þeim öfnum en ekki stökku aftur í gamla farið sem eru samrænt prófa, aðtuga hvort þú kunnir að reikna upp og koma með þetta eða hitt sko. Það er miklu frekar að kenna fólki verkefnamiðað nám sem er miklu meira þverfaglegt og leyfir þér að einbeita þig meira að því sem þú ert að leggja þér fyrir hendur og sérhæfa í því sem þú ert flinkur í heldur en verið hefur. Kennarar eru alveg tilbúinir að fara í þetta ferðalag ef að við styðjum við þau, það er ómikið álag á þeim núna, þeir hafa ekki nóg mikið stuðning. Þau þurfa að hafa alltaf dæmis aðgengi að námsráðgjöfum og sálfræðingum í frekara mæli og svona betri stuðningsneti kringu krakkana vegna þess að það er alveg rétt að það er margt sem vantar upp á gagnvart því að sko kennarar getur fókusirað á að kenna krakkum og þurfi ekki líka að vera sálfræðingur og með nefntaka íhlutun og ég veit ekki hvað og hvað sko, þannig að við þurfum að fjárfesta í kennarunum okkar og við þurfum að fjárfesta í menntakerfin okkar til þess að undirbúa kynslóðirnar að ganga í gegnum skóla núna og næstu kynslóðir fyrir allt öðruvísi samfélag heldur en samfélagi sem að kallaði fólk sem að passa ekki alveg í boxið aumingja. Já. Ég held að þessi punktur með sko gagnrýna hugsun og geta lesið, þú veist, upplýsingar sé bara ótrúlega mikilvægt og það hvað þú veist börn sem er í skóla í dag munu vinna við þegar við erum fullorðin, við höfum ekki hugmynd um það, við vitum bara að við vitum það ekki sko. Þannig að þessi svona sjálfstæða hugsun og geta greint upplýsingar og lesa þær og það líka bara að skilja og kunna á gervigreind og þessi svona skapandi nálgun er mjög mikilvæg. En það er auðvitað forsenda fyrir því, nú eru börnin mín fann að hringja sko. En það er auðvitað forsenda fyrir því að hérna, þau ráði við það allt saman, er auðvitað þau séu þú veist í alvörunni læs og geti lesið sér til gagns og það þarf einhverja samræmda nálgun og það bara til þess að vita hvernig gengur sko. En við þurfum breytt skólakerfi, það er alveg klart. En ég meina krakkadagsins í dag, þau eru að fara að skapa atvinnuvegi framtíðarinnar og það er ekki okkar að segja þú verður lögfræðingur. Við þurfum að undirbúa þau bara fyrir þessa framtíð. Þetta er bara öðruvísi nálgun sem við þurfum í samfélagi dagsins í dag. Klárt, er ekki bara lokaspurningin og það er báðar? Jú, það er einn riddari fyrir loka orðin. Það er til þín Þórhildur. Eru Píratar orðnir kerfisflokkur eins og hinni flokkarnir sem starfa á þingi? Helgi Hrafn og Smári McCarthy nefndu á sínum tíma prinsip Pírata að lýðræði myndi gjalda fyrir það að fólk sitji of lengi á þingi. Einstaklingar sem sitja mörg kjörtímabil koma ekki með neitt ferskt að borðinu. Er þetta prinsip ekki lengur viðandi á Píratum? Þetta prinsip snýri aðalega að ráðherrum og þeir ættu ekki að setja fleiri en 2 kjörtímabil. Einfallega vegna þess að það er til dæmis í nýju stjórnarskráin okkar. Ég held að það sé engum hollt að vera of lengi í stjórnmálum og ég ætla mér ekki að vera mjög þaulsetinn stjórnmálamaður. En Píratar eru ekki orðin kerfisflokkur enda tölum við fyrir róttækum kerfisbreytingum ekki bara í menntakerfinu eins og ég var að lýsa heldur líka í sjávarútvegskerfinu þegar kemur að sjálfbærri framtíð í umhverfinu, í umhverfismálunum, í efnahagsmálunum og já, í mannréttindaverndinni og lýðræðismálunum. Við viljum hleypa fólkinu að borðinu að lýðræði sé virkara heldur en bara á 4 ára fresti eða 3 ára fresti fyrir eftir ríkjana ríkisstjórnin það springar sko. Og að fólk hafi miklu meira aðkoma að ákvarðanatöku, við viljum miklu frekar leyfa almenningi að ráða heldur en að við séum þaulsettin að hafa vit fyrir fólki. Burt með forræðisekina, áfram Píratar. Það áttir þetta lokaspurninga Ljómandi gott. Sko það er komið að loka orðunum Birkir Karl, ég held ég tali fyrir hönd okkar beggja þegar ég segi þetta búið að vera ákaflega ánægilegt að sitja þetta með ykkur í kvöldstelpur. Takk fyrir frábært kvöld. Takk sömuleiðis. Já, takk fyrir. Og ef við byrjum á þér Þórdís, af hverju á fólk að kjósa Sjálfstæðisflokkinn? Ég myndi nú segja vegna þess að við bara stöndum og traustum grunni á stefnu sem hefur virkað framúrskarandi vel fyrir íslenskt samfélag í þau 95 ár sem að flokkurinn hefur verið til og þau 80 ár sem að við höfum verið sjálfstæð þjóð. Áherslu okkar á öflugt atvinnulíf og verðmætasköpun til þess einmitt að geta staðið undir öllu þeir verkefni sem við höfum hér verið að ræða og viljum að setja staðar í framúrskarandi samfélagi og landi tækifæra, þá getum við ekki verið land tækifæra nema að þessi grundvallaratriði séu til staðar fyrir alla, þannig við séum ekki bara veðja á suma í samfélaginu, heldur að allir eigi möguleika.
frelsi einstaklings og við leyfum fólki að vera það sjálft og leita hamingjunar á eigin forsendum, að við séum ekki með ríki þar sem það þarf ekki að vera, þar sem það of mikið ennþá í dag, að við séum ekki með ríki sem að stundi samkeppnisrekstur og séu að setja reglur óþarfa hluti með flókið regluverk, heldur treystum á kraftin í fólkinu. Þannig að þegar við segjum að það sé samofið svona saga Sjálfstæðisflokksins og saga öflugs samfélags, að þá það ekki til þess að eigna Sjálfstæðisflokknum þá velgengni, heldur í rauninni hluturinn að segja það vegna þess að við höfum verið með þá nálgun að við treystum á kraftin í einstaklingum og fólki til þess að sækja fram, og þegar við tölum að treysta einstaklingum og einstaklingsfrelsi, þá það ekki bara fyrir einstaklingin sjálfan, heldur það þannig samfélögum sem að farnast best, þar sem að þetta traust á einstaklingin og frelsi hans og því fylgir líka frelsi til þess að mega gera mistök, sko. Og síðan þessi svona að vera með áherslu á þessa vestrænu samvinnu og að eiga bandamenn og vera sjálfur, verðugur bandamaður og ég myndi nú segja að þetta allavega það sem að fekk mig til þess að skrá mig í Sjálfstæðisflokkinn fyrir mörgum árum síðan. Já, Þórdís segir X við D, hvað segir Þórhildur? Ég segi að kjósendur eigi að velja Pírata ef þið vilja raunverulegt frelsi fyrir einstaklingin. Til dæmis þá lögðum við til að afklappa veða neysluskammta á vímuefnum fyrir nokkrum árum síðan og Sjálfstæðisflokkurinn felldi það frumvarp. Við stöndum fyrir einmitt frelsi einstaklingsins til að vera hans sjálfur og til þess að líka vera frjálsundan skerðingum og refsingum fyrir að falla ekki inn í þetta eða hitt boxi. Við trúum því einmitt að fólk vilji leggja sitt að mörkum til samfélagsins og þó það þurfi tímabundið stuðning til þess að takast á við erfiðleika, að þá vilji það vera þátttakendur í samfélaginu og að það þurfi ekki að svipa fólk áfram ef það er til dæmis tímabundið atvinnulaust eða þurfi að reiða sig á örorkubætur eða hvað sem það er, að það þurfi ekki að halda þeim í einhverjum heljagripum fátæktar, heldur leyfa því að gefa afsilla samfélagsins í takt við getu. Vegna þess að við trúum því að fólk vilji vera virkið þáttakendur í samfélaginu. Það vilji ekki leggjast þessum mara á samfélagi, heldur vilji taka þátt í og við þurfum bara að gera þeim kleift að gera það og þannig getum við farið inn í miklu betra framtíðarsamfélag. Píratar tala fyrir mjög sterkri umbreytingu þegar kemur að sjálfbærara samfélagi. Við erum með bestu umhverfisstefnuna. Við erum alltaf á mannréttindavaktinni, við stöndum vörð réttindi borgaranna líka þegar það er óvinsælt og við erum líka alltaf á spillingavaktinni og erum tilbúin að kryfja óþægileg mál til merkjar, burt sér frá því hvort það er vinsælt eða ekki. Og Píratar eru með mikla áherslu á lýðræði. Við viljum auka aðkomu almennings ákvarðanatöku, þannig ef þú vilt hafa meiri áhrif í samfélaginu, ef þú vilt fá að ráða oftar og meira hvernig samfélagið þitt virkar heldur en á 2 til 3 til 4 ára fresti eftir í hvernig stjórnmálavindarnir blása, að þá eru Píratar rétti valkosturum fyrir þig. Þórdís Kolbrún og Þórhildur Sunna, takk fyrir frábært kvöld. Við ætlum að hleypa ykkur út í nóttina. Takk fyrir kvöldi og takk fyrir komuna. Gangi ykkur vel. Takk.